velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við kallum helgispjall og fáum við hingað gest sem að leyfir okkur að kynna sér og stundum getum við spegla okkur í viðkomandi og það hollt að við lifum skrýtna tíma, sérstaklega óvissu tíma að svona átta sig á hver stað okkar í heiminum og hingað núna komin Pétur Gunnarsson, rithöfundur. Velkomin. Takk. En þú vilt ekki leyfa okkur að kynnast þig, þú leiður á því að tala sjálf þig, eða finnst það að vera ekki kannski það umræðefni sem við ætlum að hafa í dag? Já, það að segja, ég einhvern veginn miðað við þá tíma sem við erum að lífa núna, sko, þá finnst mann eiginlega bara jaðra við klám að fara að tala sjálfan sig. Tökum bara í síðustu viku þá hrundi heimsmynd. Heil heimsmynd sem hefur verið við líði alveg frá stríðslokum. Sem þú gekkst inn í sem ungur maður. Já. Og NATO og allt það, sko. Núna þegar að Bandaríkjaforseti beinlínis gefur í skyn að þeir muni ekki efna þetta ákvæði í NATO-samningnum að verja ríki sem að ráðist verði á. Nefnum borgi. Já, þá náttúrulega botnin dottinn úr NATO og það sem meira að hann farin að herja á Evrópuríki og meiri síðan NATO-ríki. Og þannig að þetta þvílík sko umturnun á heimsmyndinni og hún orðin skyndilega svo óörugg. Hann hefur sett hana algjörlega upp í loft en auðvitað það sem að einkenndi þessa tíma frá heimstyrjaldarlokum og eiginlega fram til okkar daga, það þetta ótrúlega öryggi eða þessi tilfinning að stríð væri bara ómöguleiki. Pax Americana í Evrópu. Já. Alls ekki annars þar. Og Evrópumenn gerðu bara alls ekki ráð fyrir því að þeir myndu nokkuð tíman aftur fara í stríð. En núna rjúka menn upp til handafóta í Evrópu og eru bara að horfast í augu við blákaldan veruleika það að þeir muni þurfa að fara að verjast. Og þetta náttúrulega svo skelfilegi tímar að maður eiginlega getur alltaf að hugsa mikið annað. Heldur þetta sé svona meiri breyting á heimsmynd heldur en þú hefur upplifað áður? Örugglega. Maður búin að vera náttúrulega í þvílíkri lognmollu hérna á Vesturlöndum og samanber það að Evrópuríkin talar það, englendingar og frakkar, að þeir séu, og þjóðir jável, að þeir séu bara í fyrsta skipti að máta sig við þann möguleika að þeir munu þurfa að fara í stríð. Þannig að breytingin róttæk, þetta náttúrulega mun kosta óhemju fjármagn að byggja upp þessa heri og þessa vígvæðingu og síðan bara verið að bjóða upp á aðstæður sem eru svo eldfeimar eins og þetta í hérna Úkraínu. Sko, manni náttúrulega blöskrar svo gersamlega framkoma Trumps, hann ætla að fara að rukka núna Úkraínum stuðningin sem hann veitti þeim. Zelenski eiginlega búin að samþykkja það og Trump vísar, það ekki allt, margt skrítið sem hann segir, en maður getur kannski ekki gert ráð fyrir allt sem hann segir sig vitleysa. Hann segir að þetta tilboð hafi verið komið fram áður og Zelenski hafi verið bóðið Biden þetta. Zelenski náttúrulega maður í stórkostlegu vanda og hann bara, vill bara hvað sem til þess að fá vopn. Já, hann ekki í neinni samningsaðstöðu en hingað til hefur nú alltaf verið látið að ég líka að Evrópulöndin væru þess meðvituð að það yrði að stoppa þessa innrás Rússa þeirra vegna líka, vegna þess að Rússar myndu halda áfram. Það svona dóminókenningin. Já, og sko stundum finnst manni eins og maður sé bara staddur í ykkur svona uppboði eftir skipstrand. Trump sé bara uppboðshaldarinn. Og hann ætlar að græða bústarlega á öllu neyðinni líka náttúrulega. Hann sagði það hann þegar Macron kom til hans og Macron, einhverju viti var þetta komið þetta með þennan samning að Bandaríkjamenn tækju helminginn af öllum arði af auðlindunum inn í hennan sjóð, kom til tals og þá sagði Trump eitthvað svona ég meina við höfum ekki fengið neitt, ég meina Evrópumenn hafa tekið, þeir fengu sitt og þá verður Macron eitthvað svona kvektur
og þá segir nei, við tókum bara vextin af gjaldeyrisvaraforða Rússa, sagði hann, og þá hló Trump sem var þá svona kaldhænislegur hlátur aðstoð Evrópumanna að Evrópumenn hefur ekkert verið að leggja eitthvað fram, heldur hefur bara tekið þetta af gjaldeyrisvarasjóði Rússa sem hertóku. Já, ég meina þetta er allt í með maður betur mannstu það sem að Styrmir sagði, það engar hugsjónir, bara hagsmunir, allt í með við staddir á svona umhverfi þar sem að allt tala gildi, hugsjónir og eitthvað fleira, við erum bara svona hjóm. Já, hann náttúrulega fyrst og fremst fasteignasali og þessi hryllingsmynd sem var birt í vikunni af framtíðar áformum Bandaríkjamanna með Gaza að breyta Gaza í Rivieru og þar sem að hann og Netanyahu voru bara í sólstólum að drekka sinn kokteil og hugsaði þetta er byggt á valkesti. Undir eru lík og fólk sem hefur verið bara myrt þetta er bara eins og að byggja eitthvað á Auschwitz eða Buchenwald. Það var setja svona gott spilavíti á Auschwitz. Já, en þetta er nú kannski ekki... Hvað þetta sem þetta er breyting og þú dregur núna fram eins og það sé svona umtörnun á, við getum kallt bara endalok mannúðar, svona humanisma. Allt í einu menn þykjast ekki lengur. Nei, ég veit það ekki, þetta er náttúrulega vendipunktur, alveg örugglega vendipunktur og núna er Trump sem sagt að kalla til sín þessa eða hvort að þeir hafa frumkvæði að því, þessir forsætisráðherrar Evrópulandana að fara til hans í einhvers konar bónarför að milda það sem hann hefur áður sagt. Nú hann ætlar að skella á þessum tollum, þessum ofurtollum, þannig að maður sér í anda að það verði mjög svona hart í ári framöndan hjá Evrópuþjóðum líka Þetta verða rosalega átök, þetta verður tollastríð á báða bóga. Og Evrópa er í svona erfiðum stað efnahagslega, það er ekki mikill kraftur eins og hefur verið bent á frá ýmsum þáttum. Það er krafa að stórauka útgjöld til hernaðar sem að mun þá færa fé frá svona grunninnviðum og velferðarkerfunum. Það er tollastríð sem að mun kalla á að þeir endurskoði bara framleiðsluna sína og hvert selja hluti. Það er þrýstingur frá Bandaríkjunum að sé dregið úr viðskiptum við Kína sem að Evrópa er mjög háð. Já. Ég get haldið áfram að telja svona, en ég mun aldrei geta fundið neitt svona sem er svona jákvæður punktur í þróun Evrópu. Nei, í þróun heimsins yfirleitt og svo er nú bara eitt annað bara, hvað maður að segja, maður að segja fjölmiðlalandslæði sem við erum stödd í eða upplýsingalandslæði sem við erum stödd í, að það er svo brjálæðslegt með öllum þessum hlíðarveruleikum og falsfréttum og hugsaðu þér í gær, þá kom tilkynning frá skattinum, það sem var verið að vara við platpóstum sem við erum búin að vera að fá núna alveg frá áramótum, ég líka, við erum búin að vera að fá frá áramótum platpósta frá skattinum. Það sem er verið að hvetja mann til þess að opna skjalið og gefa upp alls konar upplýsingar vegna þess að ég að fara að endurgreiða manni eitthvað sem skatturinn hafi oft tekið. Skatturinn er að leiðrétta þetta í gær og þetta er einhverjir, þetta kemur frá Rúmeníu. Að þar eru einhverjir spekulantar sem er að reyna þetta en það sem að strandar á að þeir eru með svo slæmt Google Translate þannig að það er strax bara í fyrstu setningunni hægt að sjá í gegnum blekkinguna en þetta er bara svo brjálæðslegt að við skulum vera í þessum veruleika eitthvað fólk í Rúmeníu sem er að tala við okkur í nafni skattsins. Og það er svo eiginlega hættur að svara öllu. Maður er hættur að þora að opna pósta sem maður þekkir ekki
maður alltaf að fá okkur að posta sko og á maður að opna þetta. Nei, ekki. Getur þú sendt mér símanúmerið, kemur eitthvað á Messenger og sendir maður eitthvað tilbaka sko, spyr, er þetta robot eða er þetta raunveruleg manneskja? Ég segi þetta því að í svona pólitík að þá oft þegar verið að smyrja einhverju á andstæðinginn, þá það ekki endilega gert til þess að sko fólk hætti við að kjósa þig og kjósi mig í staðinn, heldur það til þess að kasta bara út svona efasöndum, vera með svona undiróður sem hægt og bítandi minnkar traust fólks á stjórnmálunum, þannig að fólk situr frekar eftir heima og allur þessi ruslpóstur, eins og við erum að segja núna, hann enda með því að maður hættir að svara nokkrum sköpuðum hlut, þannig að sko kerfið sem að varðarna, það kólnar niður og maður kannski á erfitt með að átta sig á því sko hverjar eru afleiðingar af því að ef að við erum bara með efasemdir gagnvart öllu, það milljar niður sko svona, ég veit hvað við kalla það, svona innra traust í samfélaginu. Já, það hlýtur að vera. Ég meina, það er allir á varðbergi náttúrulega. Gagnvart þessum miðli sem að menn tóku áður svo opnum örmum. Sko. Þetta væri ítundi lýðræðið. Algjörlega og þetta væri bara ný veröld að opna sko, en nú er hún einhvern veginn að fá á sig allt annað svipmót. Kannski endur við bara með því að gera eins og Norður-Kórea og Kína sko, að loka á netið. Já. Það verður bjargræði. Já. Það er náttúrulega annað að það gengur náttúrulega ekki að sé ykkur auðkýfingar sem eiga þetta sko, sem að geta allt í einu lokað á mig eða þig. Því að ég segi þetta því að hann Bezos sem á Amazon, hann keypti Washington Post þegar þeir voru í einhverjum fjárhagserfiðleikum fyrir svona 10 árum eða svo. Já. Og keypti það þá sem svona auðkýfingu sem var að venda menningaverðmæti í Bandaríkjunum, sem er svona ákveðin hefð fyrir í Bandaríkjunum, að allra ríkustu greiða fyrir svona söfn og tónleikahallir og þarfundu göttunum, en hann keypti Washington Post með svona góðum yfirlýsingum að það væri bara nauðsynlegt fyrir bandarískt samfélag að Washington Post héldi áfram og hann hefur hent inn þarna einhverjum peningum. Nú gaf hann tótt yfirlýsingu að hann hefði gefið orдрur að skoðanakaflin, editorial síðurnar, að þær myndu núna verja frjáls viðskipti og svona hægri stefnu. Já. Þannig að þá tekur hann það svona yfir, þannig að hægt og bítandi þá vegna þess að staða þess að kalla er svo sterk í samfélaginu að þeir geta allt í einu bara sveiktað til, þannig að það er ekki lýðræðislegt. Já. Það er bara völdur er orðin svo mikil. Já. En já, þetta er ekki skemmtileg tilfinning að vera með þennan sko hoppandi trúð líka hann við hliðin á Trump. Já, bílaframleiðandan sko. Já, það er nú eiginlega ískyggilegra sko að á bakvið Trump skuli vera ennþá ískyggilegri menn. Það er lengi getur vont versnað. Já. Jæja Gunnar, en með þetta er merkilegt vegna þess að þú telur í ýmsa hluti sem er svona skipulag heimsmála sem var mótuð á eftirstríðsárunum. Þú ert að tala fjölmiðlarnir sem eru veikir og þeir kannski stundum gerum við ráð fyrir því að þeir hafi verið svona, þeir eiginlega að verða til eiginlega á þessu tíma, svona á 7. og 7. áratugnum erlendis, þar sem að þessi stóru blöð verða svona öflug að þau geta veitt, hvað við að segja, svona almanna þjónustu með því að vera með öfluga ritstjórnir sem eru einhvern veginn að reyna að greina samfélagið og eitthvað fleira. Margt af þessu sem að, og á þeim tíma á eftirstríðsárunum var líka byggt upp svona kerfi til þess að hafa eitthvað svona taumhald á auðvaldinu. Það var reynslan af kreppunni og stríðinu, að það var metið að það væri meðal annars út af taumhaldsleysi auðvaldsins og byggt upp skattkerfi og það var litið svo á að samfélagi ætti að fara á braut sem að myndi leiða til aukins jöfnuðar og aukinna mannréttinda allra hópa og það rís upp bylgja kvennahreyfingarinnar og barátta svartra í Bandaríkjunum og síðan barátta fatlaðra og eitthvað fleira. Það er margt sem er að gerast á sama tíma en einhver leyti er eins og allt þetta kerfi
sé að hrynja á sama tíma. Sko. Fjölmiðlarnir að hrynja, heimskipaninn að hrynja. Trump ekki bara að leysa upp öryggismál Evrópu, heldur hann að grafa undan svona sigrum mannréttindabaráttunnar, bæði varðandi þungunar og transfólk og það mun vera Já, sko, manni finnst þetta náttúrulega allt alveg hrikalegt og svona, menn að horfa til sko 4 ára, þetta mun taka 4 ár, en bara þegar maður sér hvað maðurinn hefur komið mikilli óalda stað bara á nokkrum vikum, að þá það nú svolítið kvíðvænlegt. En tímanir náttúrulega, þeir breytast mjög ört og við munum nú allir eftir honum Fukuyama sem að skrifaði bókinum Endalok sögunar og kom út þannig tímanum 1990 og var náttúrulega innblásinn af hruni austurblokkarinnar og nú bara endalok sögunar, einhvers konar kapitalismi væri að taka yfir en svona frekar upplýstur kapitalismi og lýðræðislegur og hann náttúrulega hefur heldur betur þurft að éta hon í sig, heimingja maðurinn og hann gerði það nú reyndar líka, hann gerði það reyndar í miklum doðrandi, sko, bókinum Endalok söguna var nú bara frekar lítið hver. En svo gaf hann út, ég man ekki hvort það 10 ár síðan eða eitthvað svoleiðis, alveg rosalegan doðrand, 500-600 blaðsíður, þar sem að hann tekur þetta í raun og veru allt meir og minna aftur, allavega finnur hann Bandaríkjónum mjög margt til foráttu, sérstaklega hvað dómskerfið sé orðið spilt og það allt saman, sko, og minkandi traust á því. Og hann fer svona yfir sviðið og landinn og hann staðnæmist við eitt land sem hún finnst vera módel, geta verið til fyrirmyndar og það Danmörk. Að Danmörk sé það land sem eiginlega standi upp úr og það svolítið þá gaman fyrir okkur, nú eru 80 eitthvað ár síðan að við skildum við Dani. 1944 og þá var nú þessi fræga atkvæðagreiðsla sem bara 99,1% þjóðarinnar greiddi atkvæði með skilnaði. Og svo til allir mættu á kjörstað. Og svo til allir og þeir sem mætti ekki á kjörstað þeir voru bara sóttir heim, sjúklingar, það voru heimsóttir á sjúkrahúsin en þetta var nú ekki alveg svona einfalt sko að í raun og veru þá boltinn gefinn upp strax 1918 að það eigi verið atkvæðagreiðsla eftir 25 ár. Það sem að í þjóðaratkvæði sé hægt að kveða á hvort að löndin vilji halda áfram. Og Íslendingar byrja bara strax að setja sig í þessar stellingar og eftir því sem að þetta færist nær, svona cirka 30 á 4. áratugnum, að þá eru menn strax farin að ræða þetta, eigum við að skilja við Dani eða ekki. Og það svolítið merkilegt að það voru mjög margir sem voru alls ekkit á þeim buxum við ættum að skilja við Dani, meðal annars Halldór Laxness og Þórbergur að þeir sem voru báðir miklu sósíalistar á þeim tíma. Já, og þeir báðir þeim eiginlega óar við því að það er að segja Halldór til dæmis, hann þarna að skrifast á við konu sína Ingu sem var dóttir Einars Arnórssonar háskólaprófessors sem var einn aðal talsmaður skilnaðarins. Þannig hún náttúrulega algjörlega mótuð af föður sínum. Og Halldór að setja ofan í við hana, hvað heldur við virkilega að við verðum að einhverju bættari að skilja að þessu leitinu við Dani, þá þurfum við að fara að finna okkur þjóðhöfðingja og hvernig fer það í þessum litlu forhálum á Íslandi, ekki þægilegt að vera bara með þennan kóng í fjarska og njóta síðan allra kosta af Dönum og Danmörku, menntakerfið, háskólanir og svo framvegis og þetta eru þau svolítið að bítast. En síðan náttúrulega kúendir Halldór alveg þegar leið og stemninginni byrjuð sko að hann 1940 skrifar Íslandsklukkuna sko sem bara óður til þess aðskilnaðar sko.
Með rökum það af hverju vettum að gera það vegna þess að þetta svipað á grænlendingar eru að tala núna að Danir hefðu rænt okkur. Já, en sko á þessum tíma að þá náttúrulega Danmörk í 5 vikna fjarlægð frá Íslandi. Það ekki komnar flugsamgöngur og það bara siglingin tekur þennan óra tíma sko, þennan Danmörk svo langt í burtu. Í dag tekur 3 klukkutíma að fara til Danmörkur. Þannig að ef að þessi umræða væri í dag þá er hún örugglega með öðrum formerkjum sko. En við getum séð það náttúrulega með því að skoða pólitíkina í Færeyjum. Þar svona aflið á bakvið sjálfstæðið er miklu minna núna og hefur verið svona undanfarin ár og áratugum heldur en var kannski fyrir 30-40 árum. Já, en síðan þetta íslenska lýðveldi það náttúrulega fer að stað með mjög miklum bravúr og glæsi siglingu að mörguleiti, en aftur á móti, ef maður skoðar málið í dag, þá er eins og okkur hafi verulega daprast flugið. Það er svo margt sem er bara í stórkostlegum ólestri og við eigum bara í miklum erfileikum með að halda uppi vegasamgöngum og heilbrigðiskerfi. Það eru bara stórkostleg slys sem er að verða núna bara á vegum. Það sem að þessir fátæklegu vegir okkar gefa eftir í þessum svakalegu þungaflutningum. Það er kannski steipubíll, fullhlaðina steipu sem er að keyra á þessum brothættu vegum. Vegakanturinn gefur eftir, bíllinn veltur, maðurinn deyr. Og síðan eru alveg stórkostleg slys sem er að verða bara því að við getum ekki annað, til dæmis bara fangelsismálum. Fólk sem átti að vera vistað á stofnun að það gengur laust og það hafa orðið bara morð núna 2-3 bein afleiðinga þessu. Þannig að maður bara hvernig staldrar við og segir býtu við, heyrðu, hvar erum við eiginlega stödd? Erum við að missa þetta út úr höndunum? Þurfum við ekki að fara að líta svolítið í spegil og skoða okkar stöðu gagnvart þessu blessaða sjálfstæðu okkar? Stöndum við undir því? Plús það náttúrulega að Danmörk er það land í heiminu það sem er minnst spilling, en Ísland er spilltasta landið á Norðurlöndum. Þannig að mér finnst svo margt sko athugavert við stöðu okkar í dag sem að væri brýnt að athuga. Þú veist ekki leggja til að við böngum upp á? Nei. Ég vil trúa því að okkur tækist að gera okkur í brók og haga okkar málum öðruvísi. Mér finnst eiginlega sko að þessi kerfi okkar sem að við þurfum að standa undir sko, eins og heilbrigðiskerfið og menntakerfið og vegakerfið og hvað þau heita öll þessi kerfi, að þurfi ekki bara að líta í eigin barm og spyrja hvernig eigum við að fjármagna þessi kerfi. Og þá erum við með þessar auðlindir. Við erum með sjávarútveg. Þú nefnir Danmörku að það er 22% fjármagnstekjuskattur á Íslandi. Það er 42% í Danmörku. Já. Heldur það muni ekki það? Jú, einmitt. Þú borgar það með lélegri vegum og borgar það með lélegri heilbrigðisþjónustu. Við getum fjármagnað þetta með okkar auðlindum, með sjávarútvegi, með orkusölu, með ferðamennsku og skattheimtu. Þannig að okkur setjum við ekki dæmið bara upp þannig. Þetta eru kostnaðarliðir og hvernig eigum við að fjármagna þá? Það er gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta í Danmörku. Já. Það er svo gott. Það er nú mjög góð heilbrigðisþjónusta á Íslandi. Þú sleppur inn, sko. Já, ég bara hef inn fyrir dyrnar. Reynt á eigin skinni frá því í nóvember. Þurft virkilega að leita til þessa kerfis og fannst það bara algjörlega stórkostlegt. Svo þjónusta sem ég fekk, aðbúnaður, viðmót, allt. Já, þú sleppur inn, sko. Það er fólki sem er á biðlistónum. Já, það getur verið. Það hefur aðra sögu að segja.
Já, það lítur þegar fólk hittir veikt og fær svo þjónustu þeirra sem hafa valið sér þetta sem starf að lækna fólk og sinna og hjúkra fólki, að þá verður fólk náttúrulega ótrúlega þakklátt. Þetta er dásamlegt kerfi að við höfum þetta. Ég verð að segja líka bara, svo maður í fyrsta skipti á ævinni að taka lyf og kaupa lyf. Og þegar maður sér streymilinn einhver 60.000 kall orðin bara 3-4.000 niðurgreiðslan svo svakaleg. Þannig að þetta náttúrulega heilbrigðisþjónusta og þetta náttúrulega velferðarsamfélag sem maður metur. Já, en þetta hefur breyst aðeins. Ég fekk flogakast komin á aldur, ég man ekki alveg hvað ég var gamall, eitthvað 50. Þó ekki kannski, það verður fyrir ykkur kannski 10, 11, 12 árum, ég man ekki alveg. Og þá fer ég til læknis og fæ bara ykkur svona flógavíkislyf og kem og í apótekið. Og konan rétti mér bara svona pókan og segir, gjör svo vel. Og segir, hvað á ég að borga? Þú borgar ekkert. Það eru þeir sem eru með króníska sjúkdóma og þurfa að nota lyf alla ævina, þeir borgi ekki neitt. Já. Þetta var aflagt mánuði síðar. Var það aflagt, já. En þarna var svona hugsun sem var til og þetta átti við astmasjúklinga og fleiri sem eru bara háðir lyfjagjöf. Þetta er óhappatrætt í lífsins að lenda í því að þurfa að vera með hann kostnað ævina á enda. Og þá var svo litið á að við sem eigum þetta samtryggingakerfi að við ætlum ekki að láta þig líða fyrir það, Pétur minn, ef þú ferð flogavíki eða astma eða eitthvað svona, þá bara þarf þú ekki að borga. En þetta er ennþá til í Danmörku. Já. En að þú varst að vísa til Dana? Já, en ég bara var að vísa í mína eigin reynslu sem var mjög óvænt. Ég var þannig fyrir áfalli í nóvember og þurfti virkilega að fara á sjúkrahús. Fyrstu hjartaáfalla? Fyrstu svona hjartaáfalla? Já, þetta var bara, ég þurfti að fara í svona hjartaþræðingu. Þetta var eiginlega hjartaáfall sem ég fékk í nóvember og fór bara, þú veist, ég var í 4 eða 5 mínúta fjarlægð frá náttúrulega sjúkrahúsi, búsettur í Reykjavík. Þannig að ég bara eins og skot komin upp í sjúkrabíl og nokkra mínútur komin á þessum bráðamóttöku Landspítalans og síðan bara eitt leit af öðru og ég var komin út eftir, ég man ekki hvað viku eða eitthvað svo leiðis Og síðan náttúrulega tekur við öll þessi eftir þjónusta og hún hefur bara verið til þvílíkra fyrirmyndar að ég get ekki annað en hrósa þessum kerfi. Plús það náttúrulega þegar maður orðin ellilífeyrisþegi, ef maður komin á minn aldur, þá maður bara komin á einhvern frípassa, maður bara gengur inn og út og borgar ekki neitt, aldrei. Eða mjög lítið. Samt eitthvað, það nú að tekið af bæði eftirlauna fólki og öryrkjum, það alltaf tekið svona smá, 5 árs kall og mánuði eitthvað svona. Og ef maður gleymir því og gengur bara út þá náttúrulega fær maður bara í heimabankan einhverjar rökkun. En já, ég bara vil meta þetta en endilega meta þetta og þakka, en það er líka svo margt á Íslandi sem að mér finnst eins og vera að fara úr skorðum eða vera að fara úr skorðum. Við getum ekki að heilbrigðiskerfið betra þó það sé gott. Já, margir þætti þess að það er ekki þar með að við getum haft það betra. Já, en svo erum við bara klaufar á svo mörgum sviðum, eins og til dæmis að því voru nú að ræða þessa vegi. Veginir á Íslandi eru ónýtir og samt ætlum við að fara að setja á þessa vegi alveg rosalega þungaflutninga. Það var nú frægt hneyksli sem að var fyrir nokkrum árum þegar átt að fara að selja Þjóðverjum einhverjar vikurnámur á Suðurlandi og með einhverjum þunga umferð á 15 mínúna fresti eftir þessum mjóu vegum. Ég meina, hugsum við aldrei dæmið á enda. Þessi vegið þolaði ekki og núna er farið að tala. Það er þetta svaraði Pétur, en svarið er nei. Hugsa dæmið aldrei til enda. Aldrei til enda, en núna eru menn afturfarnir að líta til sjóflutninga. Við erum með þessa hraðbraut sem aldrei teppist, sem er hafið og við erum með þessar hafnir en út frá einhverju nýfrjálshyggju og þá var allt innu farið að flytja varning
með einhverjum gámabílum og þungaflutningum og dóti sko, og setja það á þessa veikburða þjóðvegi með náttúrulega skelfilegum afleiðingum en líka skelfilegum eyðileggingum og vegirnir hafa ekki þólað þetta. Einn flutningabíl, svona venjulegur stór sem 80% lestaður, þetta svar samgöngur á þeirra í þinginu. Hann eyðir slítlaginu eins og 9.000 fólksbílar og ef hann með trailer á eftir sér þá eins og 12.000 trailer. Þannig einn bíl sem keyrir yfir Hellisheiðina, hann eyðir álíka miklu og allir fólksbílarnir sem keyrðu yfir Hellisheiðina. Já, merkilegt, ég sá þessa setningu fyrst eða þetta dæmi sett upp svona fyrst í Kristnihald undir Jökli 1968 að í því verki þessi stórkostlega persóna vörubílstjórinn Jódínus sem keyrir einmitt svona þunga bíl og Halldór læðir inn þessum upplýsingum einmitt svona trilltæki versus engabíl hvað hann eyði á við 25.000 held ég engabíla sliti á vegum og þetta var 1968 þetta náttúrulega ótrúlega framsýni hjá Halldóri og líka dæmigert fyrir Halldór hvað hann stúderaði alltaf sitt efni í þaula þannig ætlar hann að vera með vörubílstjóra í verkinu og þá lærir hann bókstaflega allt sem lært verður það að keyra vörubíl. Hann eiginlega með glöggustu greininguna á svona efnaðslegu forsötu sauðfjárræktar sem hefur verið byggt á Íslandi og gerir það bara fyrir miðjöld og hann kemst að því að þessi ákvörður að fara að rækta sauðfé til þess að búa til kjöt í staðin fyrir ull og mjólk eins og víðast að gert það sem kjötið bara aukaafurð þetta reyndar að rækta sem kjöt í Nýja-Sjálandi núna en víðast sauðfé rækta fyrir ullina eða mjólkina og hann kemur með sem svona útreininga á því að kyndi getur aldrei keppt við svínið og nautið það bara hverju dettur það í hug? Já, og þannig að forseturnar fyrir sauðfjárrækt eins og Íslendingar stundana eftir sauðasöluna til Skotlands það bara gangi ekki upp. Það ótrúlega glöggur maður Laxness. Já, og mér kunnugt það bara því ég þekki til mannsins að hann pantaði til sín upp á Gljúfrastein ítrekkað mann sem að vissi allt bíla og vörubíla og bara lærði sitt pensum til þess að geta að skrifa bara þessa einu persónu í Kristnihald undir Jökli sem að mér finnst vera svona bara einn af hátindunum í hans verki og mér finnst það svo merkilegt svona með bækur sko, ég man því ég las hann fyrst, ég las hann bara strax ég var bara 21 árs og hvernig maður skynjaði þetta verk við fyrsta lestur eða skynjaði það ekki bara þetta var svona það var skemmtilegt og finna persónu Hnallþóra og gaman að sjá Prins Pólo koma fyrir í íslenskri skáldsögu og eitthvað svona sko sem maður þekkti en svo ég verið að lesa hana bara aftur og aftur alltaf öðru hvoru og hún byltist mér einhvern veginn alltaf upp á nýtt og það opnast alltaf nýjar vittir í þessu verki sem ég finnst alveg makalist og merkilegt að þetta verk hefur ekki tekist að þýða það er að segja að það hefur aldrei náð neinum hljóngrunni held ég á öðru máli. Sumt náttúrulega bara þannig að það er erfitt að flytja á milli svona menningaheima. Já. Sumt bara illþýðanlegt, þú veist flytjanlegt. Já, ég held að húmórinn í verkinu er örugglega. Pétur, hvaða ár varst þú 18 ára? Býtum við, ég er fættur 47. 65? Já, er ekki 65? Já, svo að því að varst að tala miklu breytingu sem er á þessi stað í heiminum og maður upplifir það að kannski tengist að hjartaáfallinu þínu en það, þú upplifir að sé bara við sem á hverjumvanda kveli. Þú veist að má vera enganlega hluti í þeirri upplifun
að þó að þú viljir ekki tala sjálfa þig, að þá náttúrulega heimsmyndi sem að hrynja náttúrulega heimsmynd sem sömuleitt inn í hausnum á þér, sko. Þannig að þetta allt svolítið einkalegt. Laxness, hann var 18 ára 1920. Já. Og þú ert að tala tíman sem að þú lifðir og talar að þú hefur einhvern veginn lifað tíma sem var einhvern veginn ótrúlega gerðist fáttar. Þannig að allt innu núna verið allt fyrir henni, en þetta gerðist margt, sko, það náttúrulega gríðarleg breyting í kvennabaráttunni og alls konar hlutir. Sko, en tíminn sem að Laxness lifði, hann 18 ára 1920, og tíminn sem framundan hjá honum, og tíminn sem framundan hjá þér 1965, þetta svolítið ólíkt. Hann á framundan, sko, uppgangstíma 3. áratugsins, hann á heimskreppuna, hann á heimsstyrjöldin eftir, hann á byltingin orðin í Sovétríkjunum bara þegar hann 15. Já, en það vill svo til að hann 18 ára 1920 eins og þú segir, en þá heimsstyrjöldin fyrri ný af staðinn og hann fer bara 19 ára gamall. Nei, reyndar 17 ára gamall en hann 19 ára gamall þegar hann að flakka mikið meginlandið, Þýskaland, meðal annars mjög mikið Þýskalandi og þá Þýskaland algjörlega í rúst náttúrulega og hann einhvern veginn að taka veðurhæðina svolítið út frá þeirri situasjón. Þetta bara, Evrópa heimur hrunin, óvíst hvaða heimur ís. Já, og hann að hneyksla svo mikið og mann finnst hann alveg ótrúlega glöggur. Hann að hneyksla svo mikið að framferðið Frakka gagnvart Þjóðverjum, hvernig Frakkar alla svínbeygja Þjóðverja. Og það náttúrulega þessi frægu Versalasamningar sem áttu bara að gera út af við Þjóðverja, náttúrulega algjörlega banna þeim að hafa her og svolítið Pútínst láta þá greiða stríðskaðabætur. Kannski Zelenský að skrifa undir svona samninga í Hvíta húsinu bara í dag? Já, að láta þá greiða alveg himinháar stríðskaðabætur sem þeir myndu aldrei rísa undir og þessi 19 ára drengur frá Íslandi, hann að vara við þessu. Hann að segja þetta mun bara leiða yfir okkur ennþá meiri skelfingar. Þessi framkoma og þessi framkoma var síðan eldsneyti Hitlers og tryggeraði heimsstyrjöldina síðari. Þannig að hann ótrúlega, finnst mér, vel meðvitaður um ástand heimsmála þannig bara 1920. Af hverju? Stundum tímanir þannig að sérstaklega heimurinn hefur hrunið að þá eiginlega sko eins og, ég veit ekki, svona frækot framtíðarnir þarna. Það mismunandi á tímum í mannkynssögunni hversu glöggir menn hafa verið að sjá fyrir sér einhverja þróun. Það svona þegar hún alveg í fæðingu þá eins og sko sumir geta varað við þróuninu. Og ég held að þessi yfirleitt listamenn. Já, en það var ekki hreint sko, hvort það var tíminn eða var hann svona sérstaklega glöggur. Hann var örugglega mjög glöggur en þetta líka listamenn sko. Fræðimaður, hann lítur niður og hann að skoða staðreyndir og gögn og lítur niður. Listamaður, hann horfir fram og hann að reyna að skynja ástandið. Hann ekki að kryfja það, hann að reyna að skynja það. Og Halldór svona rosalega glöggur skynjandi. En svo annað mál sko að hve miklu leyti kom þetta inn í verk höfundarins eða verk listamannsins. Það oft talað Picasso sko að hann náttúrulega upplifir þessar heimsstyrjaldir sko og heimsstyrjaldarinn síðari og hvar gætir heimsstyrjaldarinnar í málverki Picasso og það var náttúrulega Guernica málverkið. En síðan bara eitt annað málverk sem að menn tala það sem heimsstyrjaldarinnar gæti og það mynd af ketti með fugli í kjaftinum og búinn heilagur sko, síðan hann bara að mála alltaf þessi sömu mótífsinn, konunnar og allt það. Halldór, sko, hvar gætir fasismans í verki Halldórs? Og Halldór segir sjálfur, það í heimsljósi, það í meðferðinni á niðursetningnum Ólafi Kárasyni.
og þarna segir hann hafði í huga nasistana, fasismann, en þetta náttúrulega svo veikt að þetta eiginlega ósýnilegt sko. En áðan var ég að reyna að draga saman sko hvernig Trump hegða sér í gagnvart Grænlandi og öðrum löndum og svo hvernig hann að brjóta niður svona sigramannréttindabaráttuna á 20. öld. Er þetta ekki samtvinnað sko, ef að við förum ekki vel með niðursetningin, er ekki hægt við að við innleiðum fasisma? Það er örugglega það sem hann hefur í hyggju, eða ég myndi með það. Klassískur húmanisti myndi segja það. Já. Það ekki? Sko, það er náttúrulega þessi hryllingssaga niðursetningana á Íslandi, það er nú oft verið talað um að það sé sko glæpasaga sem að eigi eftir að skrifa sko, eða hvort menn tristir til að skrifa hana sko. Hún er svakaleg, meðferðin á niðursendingum og minnumáttu fólki. En og hann náttúrulega hefur fjallað um það í fleiri verkum sko, komið af því staðnæmst við þá meðferð. Ef ég má aðeins svolítið hanga á þessu, að því þú varst að tala áðan að svona, ég ætla kannski að skoða okkur ekki tekist að byggja upp svona kerfin okkar og nefndi svo að Danmörk væri skást ríkja. Þegar ég bjó smá stund í Danmörku og skráði mig inn til landsins, fór þá á Hagstofuna og var að sækja bara svona kennitölu, man ekki hvað hann heitir í Danmörku. Og svo punktur að hjá mér sko spyr hvort ég sem er heimilislækni. Hvort þú sem með heimilislækni? Já. Nei, ég var nú bara að koma hérna sko, en já, þá var bara farðu heimilislækni. Já, helviti sniðugt hjá dönunum að bara fara bara, ég hafði ekki verið, árið komið frá Íslandi og hafði ekki verið með heimilislækni 20 ár sko, það eru bara fágæti á Íslandi og ég fekk það bara leiðu skráðu mín landið. Svo leiðu 3 dagar og þá hringdi mig og þá var maður sem að kynni sig sem heimilislækni minn og spurði hvort ég sé ekki til að koma í skoðun. Og ég segi, það er ekkert að mér, það er ekki fyrir þig, sko, það er bara fyrir mig, að því ég er heimilislæknir, ég þarf að vita svona hvernig ástandið það er. Og þetta er náttúrulega, þetta er eiginlega óhugsandi að þetta kerfi yrði til á Íslandi. Og það sem nú ætla ég að reyna að tengja þetta saman. Það kann að vera að vegna þess að Danirnir hafa farið í gegnum einhverja svona byltingu, valdbyltingu þeirra sem eru veikir í samfélaginu. Ég meina, sósíaldemókratar stýrðu þarna svona samfélaginu langa tíma sem að fólst í svona valdeflingu og þessari hugmyndum að ríkið eru við og við erum allir, líka hinn veiku. Að sömuleyti fór þessi bylting ekki alveg í gang á Íslandi og þar meðandi kannski kerfin okkar eru svolítið þannig að við þurfum að koma til þeirra eins og Bettlandi. Að við eigum að vera þakklátt ef við fáum eitthvað, ekki eins og við eigum það eitthvað. Já. Og velta fyrir hvort að tengja þessi kultúrist í því hvernig við umgöngust hinn veika og hinn þjáðu og hvernig við tygnum hinn stóru og hinn sterku í íslensku samfélagi, veldur því að kerfin okkar er ekki alveg eins öflug og þar sem að svona leikmannabyltingar gengu yfir miklu meiri krafti í bæði í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Já, ég skal ekki segja, ég er að vísa með alveg frábæran heimilislækni og hef verið með nokkuð lengi sko. En þú veist að það eru þriðjungur af fólki sem er ekki með heimilislækni, þetta er einn af kosningastefnum samfélkingarnar. Já, það þarf náttúrulega greinilega að kippa því í liðin. En ég er náttúrulega alinn upp á þessum árum sko, það sem að ég get ekki annað sagt en að það hefur verið mulið undir mig og okkar og mína kynslóð sko. Minna, maður gekk náttúrulega í skóla sem voru bara hallir. Þetta skólar eins og Melaskólinn til dæmis sem að ég gekk í sko. Þetta var bara stórkostleg hall með listaverkum eftir Barbara Árnason alveg frá toppi til táar og fegurðin var svo ríkjandi í öllum innréttingum og síðan fekk maður þetta svo alhliða mótun og menntun ókeypis og þetta einhvern veginn held ég að maður verði að kunna að meta svona var búið af manni, síðan náttúrulega fór maður bara þessa ókeypis skólagöngu
og hélt áfram og það komið til námslán og annað sem var náttúrulega ströggl en það voru engir óyfirstíganlegir hjallar á þessari vegferð og þetta held ég að beri að meta og ef þetta að víkja, hvernig sé hægt að styrkja það aftur. Þetta að víkja, það lánasjóðurinn þannig að það eru miklu færri sem að taka námslán vegna þess að þeir sem að þurfa á þeim að halda sem eru fólk sem að kemur út af efnaminni heimilum að það fá svo lágt námslánin svo lág að ef þú leigir til þessi félagsstofnun þá færi bara öll námslánin í húsaleguna og þar lendi verður að vinna með til þess að hafa efni á að vera í háskóla en þá missur námslánin af því að þau eru tekjutengt og þar lendi þá vinnur bara ennþá meira og reynir að fara í gennum skólan á þessa þannig að öll þessi svona kerfi sem að þín kynslóð, náttúrulega þú ert hluti af baby boomerunum sem að kynslóðin sem að færist upp stétt og mennta sig í stórum stílum og eitthvað að þetta ástand ekki alveg í dag lengur. Nei, þetta breyttist en síðan þegar ég fer út til náms til Frakklands þá það sama við líði, það ókeypis háskóli, algjörlega ókeypis menntun þar og breyttist þetta ekki bara við olíukrísuna 1973. Þegar nýfrjálsíðin tekur við síðan. Já, 1973 að þá allt í einu bara hækka olíulöndin verð á olíu bensinni og þá einhvern veginn stíð á bremsuna ég var ennþá þarna úti þá og var vitnaði hvernig var bara niðurskurður í háskólakerfinu það sem hafði áður verið bara endalaust úrval opið að það allt í einu hafði snarminga og þarna voru menn að mæta þessum nýju kostnaðarliðum og síðan upp úr þessu náttúrulega kemur frjálshyggjan sem svar við að eftirstríðsára efnaðaskerfið sem að sömuleyti byggðist upp á því að við myndum hægt og bítandi stefnað auknum jöfnuði og auknum réttindum en líka aukinni velsæld tæknin myndi færa okkur alls konar hluti að það verður náttúrulega skipsbrot á þeirri hugmynd svona 73 til 80 og svari verður nýfrjálshyggjan. Þannig þegar þú kemur inn, þá kemur inn í bjartsýnustu tíma mannkynssögunnar, Kennedy árin. Hvað þú gamall þegar Kennedy skotin? Já, hann skotin 63, ég ekki bara einhver 16 ára? Unglingur, táningur og mann náttúrulega mjög vel því og síðan náttúrulega ef maður ber þessa tíma bara pólitísk Kennedy, Khrushchev við Trump, Putin þá svakalegu munur þar á og Kennedy til dæmis sagðist bara aldrei að vakna til hvers einasta dags með þá hugsun efst í huga hvernig hægt að koma böndum á kjarnorkuna og koma í veg fyrir kjarnorkustyrjöld þetta sagði hann sér hefði alltaf verið efst í huga sér það ekki enda í dag þar sem menn að veifa kjarnorkusprengjum, kjarnorkuógn. Og við erum líklega aldrei nærði að lendi í kjarnorkusprengjum. Nei. En ég að velta fyrir mig þessari bjartsýni sem að var þegar þú ert ungur maður að líka eins og sem að hlýtur að hafa fyllt kynslóð sem að mennta sig í stórum stíl og þá náttúrulega kannski framtíðin svona opnari og bjartari. Þetta náttúrulega kynslóðin þar sem ekki allir að fara að mennta sig sem lögfræðingur, prestur eða læknir. Þannig fólk að mennta sig fyrir eiginlega óordna og ósjáanlega framtíð. Man sér þetta náttúrulega í listum og kultúr að mikið litagleði og mikið fjör og mikið uppbrot Já, og síðan þetta náttúrulega svo mótsæli kennt að því að nú erum við náttúrulega að draga upp þessa dökku mynd en hver einasti maður hann náttúrulega annars vegar með fullt hús af tilgangi
og sem það eru náttúrulega bara börnin hans og barnabörnin og vinir hans og endur þykja sem að næra náttúrulega þá heimsmynd alveg stöðugt sko. Það er ekki fyrir maður horfir út í heim sem að mæta manni þessar ógnir sko. En við erum öll sett saman úr þessu, annars vegar alveg endalausri næringu tilfinningalega bara í gegnum okkar nær umhverfi og svo hins vegar náttúrulega þegar við horfum frá okkur að þá náttúrulega mætir okkur eitthvað annað og þetta er alltaf að vegast á og tala saman. En við lifum í þeim heimi líka í stóra heiminum. Það hefur áhrif, þjóðarmorðið á Gaza hefur áhrif á þig persónulega. Já, við lifum í litla heiminum og stóra heiminum á sama tíma. En nema náttúrulega við getum vitnað í Laxness spurt hef ég 10 miljón manns við myrtir í gamnu utanlands, sannlega mega þeir súpa hel, ég syrgi þú ekki, farið þér vel. Já. Aftur á móti var annað stríð í einu grjótkletti fórum tíð og þar fram til göttunum. Já, þannig er hann einmitt að tala um þetta. Já. Akkurat. Já. En þarna er persónan að eiginlega reyna að höggva á milli. Hann er að fjalla um þetta, en hann tekur afstöðu að hann ætla ekki að skipta sér af heiminum, sem að þú heyrir marga tala um það í dag, að bara hætta að fylgjast með fréttum. Já, það er algengt viðbragð. Þú getur hvað sem er engu breytt og allt það sko. Og þín kynslóð gerði það svolítið í olíukreppunni þegar byrjar að falla saman svona framtíðin að þá fer fólk oft og segir þú getur ekki breytt heiminum Pétur, þú verður bara að breyta sjálfur og fólk fer inn í jóga og fer inn í svona rækta garðinn sinn, verður stór hreyfing, svona nýaldarhreyfingin, hvað ég kalla það? Já, mér er nú eiginlega bara eftir í huga sko, hvað maður var látin í friði, hvað maður gatt verið í friði með sitt og sín áhuga mál af því að maður var svo öruggur að þetta myndi aldrei fara út í einhver algera skelfingu. Það væri, menn hefðu þá stjórn á aðstæðum að það myndi aldrei fara út í móa sko. Þannig að auðvitað hafði maður forvitni það sem var að gerast og hugsaði það og reyndi að hafa áhrif á það. En þetta var alltaf einhvern veginn bara gefin stærð sem það er ekki í dag. Allt í einu er það komið á svo mikla hreyfingu sko. Þannig að það er erfiðara að búa bara sínu í dag heldur en þá að mínum mati. Og þetta er náttúrulega það að okkur maður hafa ágjör að þessu. Auðvitað af því að maður á börn og barnabörn og ástvinir. Maður hefur náttúrulega áhyggjur af þeim. Og hvaða framtíð mæti þeim, það er bara málið. Það náttúrulega skipsbrot kynslóðar, getur við sagt, að skila heiminum lakari af sér heldur en tók við honum. Já, þetta, heimurinn er náttúrulega orðinn svo ævintýralegur. Maður hefur hingað til verið að nota einhver hugtök þegar maður er að skynja heiminn, þá er maður að nota einhver hugtök eins og hægri, vinstri og eitthvað svona sko. En hvernig í ósköpunum á maður að beita þeim hugtökum til dæmis á það sem er að gerast í Afríku? Hvernig borgarastyrjöld í Súdan eða Sýrlandi, hvernig á maður að nota þau hugtök á það? Þannig að maður bara horfir á það gerast og botnar ekki í því. Þessi ótrúlega grimmd sem að ríkir í þessum borgarastyrjöldum í Afríku að það bara maður einhvern veginn á ekki hugtökin í það sko. Ég nefndi svona húmanisma Lásunum. Ein svona hugmyndin á bakvið hann er að við verðum að rækta hann og við verðum að rækta hann þess að það er svo mikilvægt að halda svona húmanískri afstöðu bæði til niðursetningsins og líka í halda diplomatíu í gangi á milli þjóða og reyna að skilja þá sem eru öðruvísi og þetta er svo mikilvægt vegna þess að ef að hún brestur að þá er mannskepnan svo grimm að heimurinn getur breyst bara í sjónhendingu. Já. Ég held að þetta sé svona húmanísk afstaða að þú verður að rækta húmanisman en núna finnst mér að svona tala það svona miklu kæruleysi
að við eigum hérna, það sé svona í lagi að hérna svona efast hérna rétt hinna veikari eins og maður sér í hreyfingunni kringum Trump að hérna Já, það sem manni finnst nú eiginlega skelfilegast með Trump það er að helmingur kjósandi Bandaríkjamanna skulle hafa kosið hann og það út af fyrir sig svona væri nóg til að slá vopnin úr höndunum á manni og maður spyrir sig sko hvernig það fólk minn síðan vinna úr þessu máli. Ef við myndum labba á milli allra Rússa og spyrja þá afstöðu til Pútín, heldur að það var ekki svona kannski 85% sem myndu styðja Pútín? Ég held að. Jú, þau eru náttúrulega Sonuðin er nú mikill rússnesku rússafræðingur. Já, já. Hann hefur svolítið velt þessu fyrir sér. Ég held að það sé þannig að þú myndir labba og spyrja Rússa að þá nýtur sko Pútín hérna með afgerandi stuðnings sína þjóðar. En þau eru náttúrulega algjörlega lokuðu samfélagi. Þau hafa engar upplýsingar það sem er í raun og veru að gerast í Úkraínu. Þau þykja bara þessa matreiðslu Pútins á standinu. Já, það kom efnaðslega velsæld með honum og við viljum hana og ég meina það er þetta Úkrænumál og við veitum kannski þetta diskutera það eitthvað en svona heilt yfir þá bara styðjan. Þetta er svona afstæða fólks. Já, þau eru náttúrulega mjög þakklátt fyrir að þau skulle hafa komist einhver skikkur á bara þeirra daglega líf, maður skilur það alveg. En síðan bara þessar fabulasjónir það að það séu nasistar í Úkraínu sem að þurfi að brjóta á bak aftur sem var í byrjun sko að það náttúrulega þú þarft alveg ótrúlega lokun á fjölmiðlum til þess að matreiða svona fréttir og í heila þjóð. Þannig að ég held að ég myndi svo sem ekki þegar vona því að fá annars svör frá Rússa heldur en þessi. Svo í Bandaríkjunum að þegar við vorum að tala bjartsýni Kennedy árana þá eru kannski svo bjartsýni sem var til stofnanna í Bandaríkjunum og svona fram til að sumliti svo trú eitthvað liti brostin í Bandaríkjunum sko. Og þess vegna fara kjósendur og telja sig hafa bara 2 slæma kosti. Ég meina, hinn valkostur á við Trump var bara ekkert spennandi. Já, en þetta er bara svo svakalegt hvað er hægt að mjókka perspektífi niður í smáa hluti. Það sem við ættum að vera að hugsa auðvitað, allur heimurinn. Það er umhverfismál. En þau hafa algjörlega mátt víkja og dottið upp fyrir og eiginlega bara dottið upp fyrir með það sem var bara fyrir nokkrum árum síðan. Og þá var meiri meðvitund það. En að við skulum í staðin fyrir að einhenda okkur í þau mál að þá skulum við vera að standa í styrjöldum, sprengja upp borgir, rústa borgum, búa okkur undir ykkur allsherjar stríð. Þetta er bara svo yfirgengilegt og við erum með hann Trump sem segir bara drill baby drill sko. Að hann hefur ekki nóg með það að hann hafi enga sko vitund umhverfismál, hann er algjör andstæðingur umhverfismála og ætlar að taka þau úr sambandi hvar sem þau fyrir finna sko og síðan á bara ganga í skrokk á jörðinni og síðan náttúrulega fá Bandaríkjamenn yfir sig þessar hremmingar eins og til dæmis núna í Kaliforníu þar sem að ég man ekki hvað mörg þorp eða borgir eða bæir bara gengu upp fyrir eldi og ánáttúrulega eftir að halda áfram og eftir að ágerast. Þannig að ég held að þetta sé eiginlega sá stjórnmálaflokkur sem að hljóti að verða í framtíðinni, það er bara jörðin. Það sem að jörðin setur okkur fyrir að gera. Og við svona hefur verið að streitast gegn því en með minni og minni samfæringu. Hugsaði, það er bara svo stutt síðan að menn líta á þetta bara sem eitthvað lúxusvandamál og þetta væri bara eitthvað plat, þetta væri bara einhver sértrúarsöfnuður sem að stæða bak við þetta, en ég held að þeim fækki nú óðum sko. En hinnir hafa svolítið völdin eins og í Bandaríkjunum?
í Bandaríkjunum auðkýfingarnir sem eru í kringum í Bandaríkjunum núna og svo sér myndina þegar hann var verið að sverja hann inn að þá voru þarna eigendur sterkustu samfélagsmiðlana sem hafa raunverulega vald til þess að segja að ég var að skrifa hérna eitthvað að því ég nú sósíalist og við þekkjum það að vera leiddir í burtu eða klipptir út úr samfélaginu að það mér finnst ekkert svona fráleit hugmynd að það verður bara slökkt á mínum aðgangi svona innan 1-2 ára bæði á Facebook og ef ég væri inn á X og svo einhverja manna, ekki mín persónulega, ég ekki einhverja mikilvægi mitt heldur þeirra sem í þessari stöðu að maður sér þessi heimur það sem að þessi valdamiklu auðkýfingar standa á bakvið Trump það ef maður hugsa hvert getur þetta leitt og eins og þú sagðir að hann bara búin að vera 3-4 vikur Já, hann hefur komið ótrúlega miklu til leiðar margvaldað því með 4 árum Já, maður hugsa til þess með skelfingu þegar að fram í sækir en samt ég held bara þessir svakalegu skógareldar sem að voru núna í haust í Kaliforníu þetta hlýtur náttúrulega að vera ansi þungvæg rök gegn því sem hann að boða En til þess að ná árangri í einhverju svona almenningsstjórnmálum að þá segir reynsla okkar á 20. öld að þú þarft náttúrulega að hafa verkalýðsfélög, þú þarft að hafa stjórnmálaflokka, þú þarft að hafa fjölmiðla. Almenningur ekkert að þessu í Bandaríkjunum. Nei, og bara mjög þrengir hagsmunir, maður bara sá viðtöl við bandaríska kjósendur, það sem akkur í kjósa Trump, það var bara verðið á galloni, það hafði hækkað svo mikið frá því að Biden tók við og vildi bara aftur fá ódýrt gallon af bensíni og eitthvað svona þetta voru bara náttúrulega mjög þröngir hagsmunir sem það réðu. Og svo það sem ætti að halda upp í svona vitrænni umræði í samfélaginu sem ætti að koma út úr háskólunum og út úr fjölmiðlunum og út úr svona henni svokölluð intelligensju að hún líka veik í Bandaríkjunum. Já, pluss það hann er bara eins og Bubbi Kongur. Hann setur af þessa forstöðu konu Kennedy miðstöðarinnar og sest sjálfur í stólinn. Þetta er náttúrulega bara farsi. Þetta er raunveruleikinn, sko. Þetta er raunveruleiki en hann er farsakenndur. Já, Gunnar, en hvernig stendur hvað segir áttur í 9. symfóníinu? Nýtt díse töni. Heldur eitthvað skemmtilegra? Er ekki eitthvað meira upplyftandi í myndinni heldur en þetta? Já. Mér langar aðeins að því að við erum að tala um þetta og ég meina þetta er bara þetta er þín tilfinning, þú horfir út og þú sérð heimsmyndin er að hrynja og þú nefndir Laxness og ég fór að leika mér að því að byrja ykkur saman og ég veit að þú ert náttúrulega þekkir hann út og inn og hann er svona ykkur svona samferðamaðurinn Þú hugsar Laxness sem höfund og mannesku og hvernig hann skilur heiminn. Þegar hann er þarna 1920 og svo í framhaldinu að þá er hann náttúrulega að taka þátt í svona annari alþýðu byltingu. Það er almennu kosningaréttur er bara rétt að verða til. Almenningur náði völdum í Rússlandi og við getum rétt ímyndað okkur hvurslags fagnaðarerendi það var fyrir almenning 1920 þótt að við okkur hafi verið kennt að horfa á rússnesku byltinguna sem bara foreplay að stalinismannum en þá var það ekki þannig að hver nútími er ólíktur á mörgum framtíðum og þannig var þetta eiginlega ótrúlega bylting sem að verður í huga alþýðu fólks út alla Evrópu. Já. Og þarna er kynslóð að koma sem að hefur mikla trú á Absolutt. Að ég get haft áhrif á þróun heimsins og samfélagsins. Já, ég verið að stúdera svolítið eða bera saman tvær bækur. Það er annars vegar í Austurvegi eftir Halldór Laxness
og hins vegar rauðu hættuna eftir Þórberg. Og Halldór fer til Sovétríkjanna þannig að 1933 og fær náttúrulega bara svona royal móttökur og er í boði stjórnvalda og fer þannig allt og skoðar og skrifa síðan þessa bók sína reynslu. Og Þórbergur hann fer ári síðar og skrifa líka sína bók og það merkilegt sko að báðir koma í jafnbrautarlest Finnlands megin frá og á landamærum Finnlands og Rússlands bara svona árspræna sem að Þórbergur segir að sé bara svona eins og eiginlega rauðileikurinn í Reykjavík og yfir þessa ársprænu brú og þessi brú hún skilur að heima og það svo ríkt í þeim báðum hvað upplifa mikil tímamót að fara yfir þessa brú. Þetta bara næst í eins og þegar auðkýfingar okkar tíma láta skjóta sér út fyrir aðdráttarlafli jarðar sko og svíða bara í einhverju lausu lofti og tómarúmi að þeim virkilega finnst þeir vera að fara úr heimi á fallanda fæti, heimi kapitalisma og kreppu yfir í bara nýja veröld sem í Sovétríkjunum. Og þetta nú svona tilfinning sem við getum ekki upplifað í dag sko, að fara yfir eina brú yfir í svona allt annað ástand og síðan náttúrulega bækurnar þær merkilegar báðar á sinn hátt sko að Halldór reynir svona að gera þessu ástandi ykkur vitræn skil sko á meðan að Þórbergur meira svona þessi byrtingur þessi kandít bara sem að alltaf bara meira og meira hissa og leifir sér verið hissa og undrandi og allt það sko og kemur undrunni til skila en Halldór reynir að vera svona krifjandi og það náttúrulega þessi rosalega landbúnaðarbylting sem að verða, það að segja þessi samvirkju búskapur og það allt saman Það voru kannski stórkostleg mistök Stalins. Já, en hann að lýsa þessu sko en á sama tíma hann að skrifa konunni sín bréf og það náttúrulega bara ástar og saknaði bréf að hann saknar hennar óskaplega og okkur skrifar hún honum ekki og hann að kalla eftir bréfi og viðbröðum en hann líka að lýsa fyrir henni því sem að hann að upplifa í Sovétríkjunum og ég tek miklu meira mark á því heldur en því sem hann segir í Austurvegi þar sem hann að reyna að krifja þetta með rökum vegna þess að í þessum bréfum til Ingu sem enginn sér nema hún hann svo ofboðslega hrifinn af því sem hann að upplifa hann sko 100 sinnum hrifnari af Sovétríkjunum í þessum einkabréfum heldur en í bókinni sko. Þannig að þessi mann myndi halda því fram hann hafi verið að ljúga fyrir góða málstað Austurvegi, það stendst ekki. Nei, það þessi svakalega uppbygging sem á sér stað. Það hefur náttúrulega orðið bara senuskipti sko, sá þessir Vesturlanda intellektuellar sem komið til Sovétríkjanna, þeir náttúrulega hafa lesið Dostojevskí og Tolstói og Tjekov og lifa í þeim heimi, en það var orðið algjör senuskipti, sko, aðallinn bara farin að sviðinu. Auðbyltingin mætt. Já, prestastéttin farin, aðallinn farin, borgarar meira og minna bara landflotta í Evrópu, en alveg óhemju fjöldi alþýðu fólks, verkamanna, bænda að streyma frá þessum búum sem búið að breyti í samvirkjubú til borgarna og báðir eru þeir Þórbergur og Halldór ofan dottnir yfir þessari ofbóðslegu merð, fólksmerð sem að allstað, það allir stræti svona fullir, það öll bíó fullar, allar verslanir fullar, það allstaðar bara biðraðir
og það náttúrulega bara, þetta bara ákveðin uppflosnun, það náttúrulega verið að smala þessu sveitafólki til borgarna. Það náttúrulega líka aðdráttur vegna þess að iðnbyltingin gekk vel hjá Stalín, það var ekki kreppa á þessum árum að það var kreppa í Vesturinu. Algjörlega. Og það var byggt upp það sem þessar blokkarhverfi sem síðar voru byggðar upp í Vesturlundu líka. Þannig að borgirna voru að soga til sín fólk svipað að vera að gerast í Kína undan fyrir 30 ár. Já. Þannig að náttúrulega þarf fólk í allar þessar verksmiðjur og sko byltingin sem gerð þannig 1917 að þetta náttúrulega svo löng saga og merkileg saga sko að hún gerist í landi þar sem hún átti ekki að geta gerst. Það sem fræðikenningin sagði að sósíalismin væri afrakstur fullkomnasta kapitalisma. Það væri ekki fyrir að kapitalismin væri búin að búa til þessa svakalegu framleiðslu vél sem að væru efni og ástæður til þess að koma á sósíalisma og þá horfðu menn náttúrulega til Þýskalands og menn horfðu til Frakklands og menn horfðu til Englands. En svo verður hún í þessu örfátaka landi Rússlandi sem var mjög skamt á veg komin sko en þó aðeins, það voru vestræðinni kapitalista voru farnir að fjárfesta í Rússlandi en þá brestur á borgarastyrjöld og hún stendur þarna í 4 ár og það ekkert smárið, þá eru bara her frá Frakklandi og frá Þýskalandi og víðar að evrópskir herjir sem koma til liðs við hvítliðana sem að berjast gegn rauðliðunum og það mjög grimm borgarastyrjöld í 4 ár sem að eyðileggur þó þann litla vísi sem var komin að einhverju möguleikum á einhverju betra. Enn eitt dæmi innrás Evrópu inn í Rússland, svo ég... Napóleon og allt það. Já, settir svona litla neðanmálskrein sem að vísar í nútímann. Já, en þarna eru sko námur eyðilaðar, bara hleypt vatnin í námur og versmiður eyðilaðar og svo verkalýðsstétt sem þó var komin að hún bara flosnar upp og fer aftur til sveitana sko, fer bara aftur heim. Þannig að það sem að verkefni sem að bolsjevika flokkurinn hefur að byggja þetta allt aftur upp er náttúrulega risavaxið og gekk á ýmsu og endaði náttúrulega eins og við vitum en það er sko hvaðan er að fá peninga til þess að fjármagna alla þessu uppbyggingu allar þessar verksmiðjur sem eru að byggja og borgir sem eru að rísa hvaðan fenguðu peninga því að þeir eru náttúrulega að loka á öll lán til Sovétríkjanna áratugum saman. Það er bara viðskiptabanni. Viðskiptabanni algjört. Að þá náttúrulega aðallinn náttúrulega hann fer og hann skilur eftir sig eigur og það er þetta að ganga í það að einhverju leyti og síðan er bara þessi hvað kallar Marx þetta? Það er þessi upphaflega uppleiðsla auðmagsins sem gerist alltaf með ofbeldi í Englandi. Þar eru bændur flemdir af jörðum til borgarna og það allt sem hann tekið upp og þeir gerðir að launaþrælum í þessum ömurlegu versmiðum innbyltingarinnar í Englandi og það er alltaf eitthvað svona sem er rótin getur nú tekið kvótakerfi hjá okkur rótin að ofboðslegri auðlegð er alltaf eitthvað svona það er alltaf eitthvað ofbeldisaðgerð og það náttúrulega er þarna í Rússlandi að þá náttúrulega taka þeir kúlakana þeir eru eignasviftir það er að segja stórbændurnir eru eignasviftir og síðan er bara þessi landbúnaður tekin yfir og það tekur smá tíma en það lykkast nú á endanum að koma upp þannig samríkju búk sem að duga til þess að framleiða matvæli. Eftir miklar hörmungar. Eftir mjög miklar hörmungar. Og iðnbyltingin sjálf gekk mjög vel og síðan var þeirri aðferð nota til þess að endurskipuleggja landbúnaðinn og það gekk síður og það er nú fært rök fyrir því að það hefði verið röng ákvörðun að það að framleiða svona nauðsynjavörur eins og mat að það hentar ekki að gera það með sama hættu að framleiða sko stál eða smíða skip. Þetta er annars konar. Það er betra að hafa fjölþættari framleiðslutæki og dreifingu og eitthvað fleira til þess að sko sinna því. Já.
En sko, það nú annað. Já, en sko Lenin, hann var svo konsekvent í sinni afstöðu og hann bara til þess að koma á sósíalisma þarf þróaðan kapitalisma og hann kemur bara með þetta, við þurfum að byrja bara með kapitalisma, það þessi neppstefna. Það svona kapitalismi undir kontról sem þarna fyrstu 4 árin held ég, bara eftir að borgarastyrjöld lýkur. Lenin deyr nú 1924 en það þessi kapitalismi undir kontról og með það aftur verið að koma einhverjum skikk á efnahagslífið. Og síðan bara rúlar þetta náttúrulega með svakalegum afleiðingum eins og hungursneyðin í Úkraínu sem að ég man ekki hvað marga milljónir drápust í. En þeim tekst náttúrulega að koma upp, byggja upp iðnað og þeir eru allan tíman að keppa við það vegna þess að Mussolini og Hitler voru allan tíman með það efst á dagskrá að ráðast á Sovétríkin. Bæði fasismin og nasismin höfðu það efst á sínum dagskrá, það var að brjóta kommunismann á bak aftur. Þannig að þeir eru alltaf að reyna að koma einhverju innframleiðslu í gang, vígbúast til þess að mæta þeirri árás sem að svo seinna náttúrulega varð. En það er alveg makalust hvað þeim tókst að búa til mikinn þungaðina, til dæmis eins og þegar þeir eru að mæta þarna innrás Hitlers. Að þjóðir eru bara gapandi yfir því hvað þetta frumstæða fólk getur framleitt óbóðslega flugvélum og skriðdrekum, það er bara ekkert lát á. Bara alltaf nýtt og nýtt og náttúrulega enda með að sigra þjóðir. Þannig að já, það er svona þessi þungaðinnaður hann síðan tókst, en þeim tókst eins og mjög illa að framleiða heldur hrærivélar og svona neysluvörur sko. Það átti ekki við áætlunarbúskapur á síður vel við þar. Nei, en það var náttúrulega Sovétríkin voru efnasundur á sínum tíma sem að við bara fáum ekki að heyra í dag, svona alveg fram til svona 60, kannski 65, að þá voru Sovétríkin að vinna á forskot Bandaríkjanna. En síðan koma meinin fram að... Já, það er alltaf viðmiðunin. Já, Khrushchev, hann er alltaf að æpa þetta, við munum ná ykkur eftir svo mörg ár. Það er svo Bandaríkin getur verið eitthvað til þess að keppa að. Það hvað er það? Kínverjar hugsið ekki að sama undanfarið 30 ár? Já, kannski. Þeir að vera með og við náttúrulega bara séð fréttir af því að Kína er komið fram úr Bandaríkjunum núna í landsframleiðslu sem er reiknuð á verðgildi landa. Já, en svo er annað með náttúrulega Sovétríkin og þessa uppbyggingu sem þar varð að það er náttúrulega Gulag-eyjaklassin sem að við fengum að heyra af í verki Solzhenitsyn sem að var náttúrulega ekki fyrir bara einhvern tímann byrjun 8. áratugurins held ég sem að það fór að koma út og þá sem sagt opnast smátt og smátt þetta ofboðslega þræla búða kerfi að sovérskur efnahagur hann byggir það svo miklu leyti á þrælabúðum ekki verkamönnum heldur bara þrælum sem að er að byggja skipaskurði og versmiður og við náttúrulega hefum alltaf fengið gleggri myndir af þessu, bara til dæmis núna bókin sem að Jón Ólafsson skrifaði Veru Hertz sem að veitir innsýn inn í fangabúðarlíf sovéskra kvenna á þessum tíma. Þetta er svakaleg lesning en já, þetta er framleiðsla. En það að þú nefndir Rauðhættuna á Austurvegi og hvernig þeir eru báður uppnumdir og Laxness í sínum einkabréfum. Þeir eru uppnumdir yfir hverju? Eru þeir uppnumdir yfir því að almenningur geti náð stjórn á samfélaginu? Já. Og stýrt í vel. Öfugt við það sem að aðallinn eða auðvaldið eða allir segja að það sé bara glundroði ef þú færir almenningi í völdin. Það er bara hættulegt, það er bara múurinn, ekki getur látið múinn stjórna. En síðan er inn í samfélagum okkar svona draumurinn gott samfélag sem er miðað að þörfum allra, sem að getur verið sósíalismi eða eitthvað og þeir voru báðir sósíalistar. Þannig að upplifur að þeir hafi
Það er eitt sem að því ég nefndi áðan munin á Íslandi og Norðurlöndunum að það hefði orðið svona róttækari alþýðu bylting á Norðurlöndunum heldur en náði raunverulega fram hér af því að við erum kannski svona óheppin að vera með sjálfstæðisbaráttuna á 20. öld þegar hinn eru kannski búnir að því. Það er eitt svona dæmi sem að þegar ég var að ferðast í Noregi og fór inn í svona kirkjur í smærri bæjum og þá svona leikmannakirkjur þar sem að presturinn sat bara á meðal safnaðarins og talaði alltaf af jafn stöðu við aðra og allir tóku þátt og þá fór ég svona aðeins að svona kynna mér þetta og þá sá maður fyrir sér svona sögu sem vegna þess að svona siðaskiptin voru svolítið öðruvísi í Skotlandi að það var kom svona ángi þar inn sem að fól í sér kannski vegna þess að þeir voru undir erlendu eiginlega hernámi, Skotaldir að þá kom svona hugmyndum að þarna væri að koma trú fyrir okkur sem að gegn yfirvaldinu, þetta er ekki embættismannakirkjan eða svo notur svona lúterst hugtak, heldur er þetta trú sem að segir að Jesú er með okkur. Hann er eins og við, Pétur, hann er bara eins og alþýðumaður, en ekki eins og þau eru alltaf að segja okkur að hann sé eiginlega með þeim og síðan fer þetta fólk er að því var nefna kvótakerfið og svona hvernig landeigandastéttin náði tökum á Englandi að það gerist svipað í Skotlandi með hálandahreinsuninni og það er fólki bara rakið af löndum sínum og rekst fyrst til Írlands, til Norður-Írlands og svo til Ameríku. Svo koma Norðurlanda mennirnir til Ameríku og þeir hitta þetta fólk sem að segir þeim að Jesú er einn af okkur Jesú, þá tekur bara Guð neðan af, ekki bara af himnum heldur tekur hann neðan af predikunarstólnum og tekur hann bara, hann er bara við morgunverðarborðið hjá okkur og þetta er svo stórkostleg uppgötvun fyrir mann sem hefur búið í heimi þar sem að Guð er bara óumræðanleg stærð, það er enginn sem efast Guð, það er áður en að menn sagði að Guð væri dauður, að menn verða svo uppnumdir að menn fara heim til Noregs og Svíþjóðar og standa í byltingu inn í kirkjunni þar sem að Guð er færður niður til fólksins og sömuleyti held ég að þetta sé svona einhver stofn af þessari sterkri stöðu sósíaldemókrata í Skandinavíu að því að þessar þjóðir höfðu eitthvað litið gengið í gegnum þetta áður, svona hugmyndunum það að valdið væri okkar á meðal okkar. Æðsta valdi sem er Guð, hann er á meðal okkar. Þannig það er þessi svona kraftur þarna. Og þegar þú ert að lýsa hvað eru hugfangnir þegar stíga yfir brúna að þá er ég að velta fyrir mig hvort að mætti sjá þetta fyrir sér sem þetta er næstu eins og svona tilvistarlegt þeir eru tilvistarlega uppnumdir að við alþýðan þurfum ekki á neinu yfirvaldi að halda og ef að Guð er til þá er hann meðal okkar gegn hinum. Já, ég náttúrulega þegar þið komum til þannig til Rússland þá er náttúrulega búið að þurrka Guð út. Já, það þurfum ekki ánum að halda. Já, það er bara, klerkastéttin er þessir síðherðu, síðskeggjuðu ortodóks klerkar er bara horfnir, hvort það er búið að drepa það eða hvað og kirkjurnar eru bara hálfmunaðlausar og farið að nota þær í eitthvað annað og svona. En eins og þessi hrifning Halldórs og Þórbergs, hún er alveg genúín og þar tekið bara svo mikið mark á ástarbréfunum, á bréfum Halldórs til Ingu. Þetta hefur allt verið gefið út Einar Laxness og Halldór Guðmundsson gáfu út bréfasafn Halldórs fyrir ekkert mjög mörgum árum síðan og þessi bréfi eru öll þar bréfinans Halldórs og hann er svo genúín upptendaraður af því sem hann er að upplifa og fólkið er svo glatt og það er svo mikið sungið og það er svo mikið húrrað og það er svo mikið af skrúðgöngum að hann algjörlega smitast af þeirri hrifningu sem hefur verið þarna til staðar Þannig að fólk er náttúrulega að losna við ótrúlega kúgun margra alda af herðunum. Já. En svo er náttúrulega önnur saga hvernig þetta síðan þróast þegar að Stalín tekur þetta yfir og
og hans stefna að þá náttúrulega komin bara kúin á þessum bændalíð, þá þeir orðnir yfirstétt sem að hefur algjörlega járnaga á þessu samfélagi og það ótrúlega kúun á verkalínum. Illugi Jökulsson hefur nú oft verið að lesa í Frjálsum höndum þessa bók sem ég man ekki hvað heitir, það sem að Rússi sem að flýði vestur skrifaði bók einmitt kjör verkalýðs í Rússlandi og hvað þessi kúun gegndarlaus og hvað það gjörsamlega ekki inn í myndinni að andæfa eða rísa gegn einhverju hvað var fljótt verið að vinsa það fólk út eða þú fékkst enga framgang ef þú varst með eitthvað múður þannig að allt í einu það komin þarna bara mjög kúuð verkalýðsstétt. Illugi svona það nokkri drengir að minni kynslóð sem svona andstalinistar alltaf reyna sanna fyrir okkur að alþýðubylting getur aldrei gengið upp vegna þess að hún býr glundrúðan í sér sem náttúrulega þetta sem verið að lýsa á þann að það hefur verið haldið að fólki að alþýðan getur ekki farið með völdin vegna þess að hún mun tortíma sér og það náttúrulega stalinismi hefur verið kynntur á Vesturlöndum sem sönnun þess að þú skal hafa, við náttúrulega sósíalista verðum var við þetta þegar við erum að tala að bæta kjör verkafólks að þá Sötturbjá og viljið ekki bara taka upp gúlag. Já, byrju, hérna heitir ekki bókin Ég kaus frelsið. Já, sem hann að lesa upp. Já, sem hann hefur stundum verið að lesa upp og mjög merkileg lýsing á mjög góð lýsing, merkileg lýsing á kjörum verkafólks. Þegar þeir fara yfir brúna, þá vita þeir þetta ekki. Þannig ég bara velta fyrir mér að til hugtak í svona alkafræðum að tala vera bleikt ský þá gerist það þannig að þú kannski búin að vera að eyðileggja líf þitt árum saman á neyslu áfengis og vímuefna og svo losnar undan byrðum sjúkdómsins og það losna og þá svífur upp á það sem kallað bleikt ský og allt í einu það svo stórkostlegt lendur svo komin inn í að því að finnst eiginlega allt vera, það allt mögulegt og þetta svo mikill fögnuður og ég bara velta fyrir mig hvort að það hafi verið eitthvað slíkur fögnuður sem að þeir tveir einnig gleggstu samfélagslesarar okkar hafi þeir svo skrifaði nú Halldór aðra bók, Gæska ævintýrið kom út 38. Þá runnið á honum bleikast. Nei, reyndar ekki. Þá hann ennþá mjög hrifinn en samt hann farin að sjá, þarna eru hreinsanir Stalins í hámarki. Þarna Stalin, hvorki meira minna og haldið ykkur fast. Hann að taka af lífi alla sína fyrrum samherja. Hann ekki að taka andstæðingalífi, hann að taka samherjana lífi. Og gengur ansi hraustlega til verðs, hann hreinsar gersamlega út bara kommunistaflokkin sovjíska sem var þannig að og Halldór viðstaddur þessi réttarhöld hún með boð að vera viðstaddur þessi réttarhöld og það náttúrulega reynsla út af fyrir sig hvað að gerast hverju hefur að trúa, hvað satt. Þannig að það eru svona blíkur á lofti byrjaðar í Gæska ævintýrinu en svo það náttúrulega ekki fyrir en seinna hann eftir innrásina í Ungverjaland hann 56 sem að hann byrjar einhverja verulega endurskoðun á afstöðu sinni en hvað skal segja, ég meina þetta fólk að kemur í boði yfirvalda og það fær svo rójal móttökur, ég meina Þórbergur og Margrét þeir eru bara stöðut á heilsuhælum það er bara alltaf verið að taka blóðþrýstinginn og mæla þig og athuga þig og skoða þig og ráða þig heilt og mataræðið þau fá fyrir þeim þetta Sovétríkin það er bara þetta
ótrúlega líf sem að þau lifa í velistingum. Þau eru sótt límúsínum á flugvöllin og allt sko. En þetta ekki bara pótingin, við vitum það alveg að það tókst eiginlega bara að mennta þjóðina á kannski 2 kynslóðum. Já. Það tókst án sko stórkostlegra hörmunga. Það tókst að byggja upp borginnar. Já. Og það var fyrirmyndin sem var gerð þar uppbyggingu sko iðnvæddra borga var eiginlega flutt til Vesturlanda. Stalin blokkin hvað sem vilja kalla þetta í Svíþjóð og í Bandaríkjunum og út allt. En þetta byrjaði eiginlega í Sovétríkjunum, þannig að það stórkostlegur svona efnaðslegur uppgangur. Já, og maður fær alveg, ég minna bara bókin sem að Árni Bergmann og Lena skrifuðu, Rautt og blátt, og náttúrulega veitir innsýn í þetta líf sem að var lifað þannig í Sovétríkjunum og fólk taldi sig lifa og trúði á að hefur haft margt í brunns að bera sko, en svo náttúrulega eru bara skuggahlíðar sem að fólk þekkt ekki þá sem hafa verið að koma fram, eins og til dæmis bara þetta svakalega fangabúða skipulag sko, þetta vinnuafl sem var bara þrælar. Ég er ekki að reyna eitthvað réttlæta það, ég er bara að reyna að átta mig á upplifun hvort að það hafi verið þannig að Laxness og Þórbergur þegar þeir fara yfir brúna upplifi það að þeir séu eins og að ganga inn í alnýjan heim. Já. Framtíðina, þeir eru að ganga inn í framtíðina. Þetta er möguleiki á því að mannkynið geti komist yfir þessa brú, að þá verði eiginlega heimurinn góður. Já, og þetta er náttúrulega það sem að vinstrimenn á Vesturlöndum trúðu ansi lengi vel og notuðu sem rök að í Sovétríkjunum hefði þetta lukkast og Sovétríkjunum væri bara fordæmi sem að við getum færið eftir. En það var náttúrulega klofnaði mjög fljótlega, að menn koma með efasemdir og mjög fljótlega og það er ekki bara 56, það voru komnar svona hreyfingar sem að það voru misjafnt hvernig fólk horfði til Sovétríkjanna, ekki? Jú, glöst og náttúrulega klofningar sem að náði inn í verkalýðsbaráttan á Vesturlöndum, náttúrulega Kommar og Kratar hins vegar. Þegar við vorum með Laxness þarna tímana sem hann upplifir meðal annars þessa byltingu það sem er svona eitthvað svona loforð að framtíðin sé að fæðast breyttur heimur og við séum að losna við svona viðýjar fortíðarinnar. Byltingi sem að þín kynslóð upplifir sem er 68 byltingin er hún að einhver leyti svona svipaðs eðlis að þar verða til svona breytingar í hugmyndunum að okkur muni kannski takast að losna við ágalla fortíðarinnar sem er náttúrulega það er stutt síðan stríðslok þú veit 18 ára 65 það er bara 20 ára frá stríðslokum sem að þér fannst langu tími þegar þú varst 18 ára en þið finnst hlægilega stuttu tími í dag það sem var fyrir 20 ára 2005. Já. En ég veit ekki sko, maður upplifði kannski Sovétríkin sterkast þarna í kringum alla þessi Spútnika þegar þeir voru að senda þessi þessar eldflögar eða mönnuð geimför á hringsól jörðina og þetta var náttúrulega svo mikið áróðsvopn hjá Krúsjov að þarna veri Rússar konið fram úr Bandaríkjunum og það allt saman sko og maður náttúrulega var hansi forvitin og opin eigur gagnvart þessu að það veri eitthvað það verið að skjóta ykkur fólki mönnum, konu, hundi læku, ekki læka hundur á eitthvað hringsól út í geimnum sko og þetta var náttúrulega þetta var mjög áhrifamikið og tröllreið alveg fjölmiðlum á þessum árum 50 og eitthvað sko en hins vegar þá
voru Sovétríkin algjörlega dottin upp fyrir sem eitthvað módel fyrir skynsamlegt fyrirkomulag á þjóðlífinu á þessum að allavega upplýði ég það aldrei. Nei. Þetta var bara eitthvað. Ykkar kynslóð var ekki að horfa til Sovétríkjanna, en það var þessi hugmyndum að við værum að stíga yfir í nýjan tíma, það ekki? Það svo mikið uppbrot í svona kultúr og menningu og það náttúrulega eru uppreisnir, það eru alþýðu byltingar inn í háskólunum, þar sem að nemendurnir krefjast þess að hafa ykkur völd yfir það hvað við eigum að læra. Já, og þannig náttúrulega verið að taka líka í taumana á hernaði Bandaríkjamanna í Víetnam. Það er bara svo einfalt mál að þessi svakalega öfluga fjöldarhreyfing sem reis upp gegn stríðsrekstri Bandaríkjamanna og er merkileg og bar vissulega árangur. En já, hvað maður var að hugsa, maður bara mjög bjartsýnn að það væri betri tímar, alltaf stöðugt, betri og betri tímar, en já, bara almennur áhugi á þjóðfélagsmálum. Og þá ekki eitthvað í einhverjum fjarlægum löndum, Kína eða Sovétríkjunum, heldur bara í manns eigin garði. Bara við eigin skóla og eigin hverfi. Já, það er mitt. Það var á þessum árum og þá einhvern veginn færist þetta svo mikið í nærhverfið. Það verður þessi vitneskja bara skipulagsmál borga, húsvendunar, torfusamtökin maður. Glemdu þeim ekki. Þau voru ansi mikil hreyfing á þessum árum að reyna að halda í þessa gömlu fegur sem var til staðar og andæfa þessu einhæfa hraðbrautar vélræna byggingar fyrirkomulagi sem var í uppsiglingu. Þannig að það var nú ein hreyfingin, sko. Þannig að það voru margar svona hreyfingar á smærri skala, held ég, sem að einkenna þetta tímabil sem fór í hönd. Já, enda engin leiðtogi, ekkert tiltekið afl sem að leita þetta. Mjög valdreifð og fjölbreytileg hreyfing, þar sem að konurnar ákur sína kvennabaráttu og svartir sína og umhverfisverndar fólk sitt. Já, en síðan, sko, þessi von sem að var þarna á segjum 4. áratugnum það að verkamenn myndu koma á þessu þjóðskipulagi þessu æskilega þjóðskipulagi að hún dvína náttúrulega smátt og smátt bara með neyslu samfélaginu að þegar að verkamenn alþýða landana er farin að hafa það betra og betra og farin að njóta lífsgæða sem voru bara óhugsandi einhverjum áratugum áður. Voru náttúrulega afleiðing af þeirra baráttu. Afleiðing af verkalýðsbaráttunni, hækka laun og gera kröfur á ríkisvaldið húsnæði og heilbrigði og menntun. Já, og þetta voru nú ein rök Halldórs til þess að réttlæta svona sinnaskipti, sko, að maður segja þegar verkafólk er farið að fara á Skóðsborg í affitun að þá hlýtur eitthvað annað að vera upp á teiningnum heldur en þegar kreppan ríkti og Krúsjov náttúrulega, maður lesa ævisögu hans að hann er náttúrulega ofan dottinn þegar hann kemur til Vesturlanda og sér bara til dæmis í Nóri hvað fólk hefur þar handa á milli eða þegar hann kemur til Alaska og sér vélvæðinguna þar í landbúnaði. Einn maður skuli geta setið upp á vél og afkasta því sem bara heil sveit var að gera í Sovétríkjunum. Það er náttúrulega sigla Vesturland svo afgerandi fram úr Sovétríkjunum og það er náttúrulega það sem gera verkum að Sovétríkin hrynja endanlega þegar að þau geta engan veginn haldið í við þessa neyslu sem var ríkjandi á Vesturlöndum. Og sem að almenningur í Sovétríkjunum gerir kröfu Já, og þannig að ég fyrir mína parta, sko, mér finnst einhvern veginn, maður horfir ekki til þess að verði einhver verkalýðsbylting sem að komi á einhverju öðru skipulagi hins vegar. Þá finnst manni að umhverfismálin muni neyða okkur til annarra lifnaðarhátta og breytingar á lifnaðarháttum. Þannig að jörðin er eiginlega sá stjórnmálaflokkur sem
sem að ég horfi til í dag. Þú vilt að jörðin hafi eitt atkvæði og það verið eina atkvæði. Já, Alræði jarðarinnar. Þetta er náttúrulega flokkur sem myndi gera leniníska flokk bara af skátarhefingu. Þetta er svo afgerandi. Þetta náttúrulega tekur tíma. En ég horfi nú bara helst til þess að það séu þessar ytri aðstæður sem neyð okkur til að breyta okkur. Herðu Pétur, þú fórst út eins og frækt þú nú oft sagt það frá og kannski ástæði fyrir að nefndu henni upp að þú vildir helst ekki tala sjálf þig, þú erst búin að vera að gera svo mikið að því, en þú fórst til Frakklands að læra heimspeki, ekki? Nei, ég reyndar fór til Frakklands til þess að verða rithöfundur og var allan tíman, alveg bara frá því ég var í menntaskóla búin að undirbúa mig undir það að ég ætlaði að verða rithöfundur. Og til þess að vera rithöfundur þá yrði ég náttúrulega að komast í burtu. Það er forsendan fyrir því að geta skrifað eitthvað ástand að það er að geta fjarlægsta. Og þannig var ég ákveðin í því að fara til útlanda en á þessum árum þá er engin gjaldeyrir. Það er bara ferðamannagjaldeyrir og námsmannagjaldeyrir. Þú getur farið upp á Keflavíkurflugvöll og keypt gjaldeyri af leigubílstjórunum þar. Núna? Nei, það var í Kanada. Í Kanada? Ég gerði það, ég sé yngri þú, að þá í fyrstu utanlandsferði minni þá gerði ég þetta. Já. Og keypti gjaldeyri af leigubílstjórum. Já, ég man að það voru alls konar svona útvegir sem að hver og einn hafði, þekkti þennan sem að þekkti hinn sem að átti kost á einhverjum gjaldeyri og mjólkaði það náttúrulega. En það var hins vegar hægt að fá námsmannayfirfærslu til 3 mánaða og þess vegna innritaði ég mig í háskóla til þess að fá þessa námsmannayfirfærslu, til þess að geta lifað úti og þá náttúrulega þurfti ég að velja mér bara eitthvað fag sem að ég get hugsað mér að læra sem að væri nálagt ritstörfum og ég var svona velta vöngum yfir þjóðfélagsfræði og sálfræði og svo endaði ég hrifst af heimspekinni og eins og ég segi á þessum árum í Frakklandi þá er gert svo vel við okkur. Það er bara háskólanir ókeypis og var ótrúlegt framboð af kennslu meðal annars í heimspeki. Og þannig það sem þú gast valið þér. Já, þannig sógaðist inn í heimspekina og náttúrulega til þess að geta verið áfram á námsmanna yfirfærslu að þá þurfti maður náttúrulega að skila prófum, annars bara datt maður sjálfkrafa út. Þú neyddist til þess að læra heimspeki? Já, það eitt leit af öðru og svo náttúrulega bara tók á móti mér þetta stórkostlega höfðinglega styrkja fyrirkomulega Frakka að þegar þú varst búin að vera sanna þig í námi, segjum 2-3 ár, þá opnuðust bara styrkir. Eftir það gastu verið á bara mánaðarlegum styrkjum, gegn því náttúrulega að skila alltaf einhverjum árangri. Þannig að ég fór mjög fljótlega bara á þetta franska styrkjakerfi og ég og mín kona við hún reyndar lærði nú bara fullum fetum sálfræði, sko, hún var ekki að skrifa eða neitt svoleiðis, hún var bara heilsugar í sínu háskólanámi. En þetta gerði okkur kleift að lifa þannig í Frakklandi allan þennan tíma. Þá ætla ég aðeins að ferja aftur að þú ætlar að verða rithöfundur af hverju? Af því að mér langaði til þess. Hvernig veistu af hverju? Já, það var vegna þess að ég hafði lesið skáldverk sem bara upptendruðu mig og hrifu mig og auðvitað langar mann til þess að reyna að gera eitthvað líkt, hvort að þessi hægt að búa til eitthvað svipað, eða mann langaði til þess að Sumi, ég meina eins og með rockmusik, það eru sumi sem að kaupa sér gítar, sko, það er ekki allir. Sumi hlusta bara. Já, og fá heilmikið út. Já, ég meina sem betur fyrir fari ekki allir að skrifa, nóg en og samt. En allavega var, sko, á þessum allavega í mínu umhverfi voru bókmenntir svakalega ríkar og áberandi og bara eins og í menntaskólanum, sko, það voru allir að skrifa þannig auðvitað bara smitast maður af því andrúmslofti. Og hvaða bækur voru það sem upptendruðu þig? Sko, ég hef náttúrulega lýst í svo 100 sinnum að það voru náttúrulega auðvitað voru það bara fyrst einhverja bækur, Bláu bækurnar og Enid Blyton
Hjalti litli og allar þær bækur sem að Þú þarf ekki mikla örvun til þess að stóðu til boða maður las bara allt sem að kjafti kom og auðvitað voru spennubækur eins og Alistair MacLean og svona sko sem að maður hámaði í sig alltaf en síðan það náttúrulega bara það Laxness sem að greip mig heljartökum hrifst í grunn og bún af því sem hann hafði skrifað og las og já, þannig að það hefur örugglega verið stórum hluta mín næring. Er það svona fyrstu höfundur sem þú lest þannig að þú kynnist höfundunum? Nei, ég reyndar, ég var hrifinn af mörgum, ég var mjög hrifinn af Hemingway og las hann grimt og það er svo hlægilegt að þá hann náttúrulega í þýðingum Halldórs þýðir Vopnin kött og Veisli í farangrinum sem hafði náttúrulega rosalega mótandi áhrif á mig og þetta Parísar flip og það allt saman sko þannig að örugglega komið þaðan líka ég las Hemingway endilangan og síðan bara var maður náttúrulega með þessi stórkostlegu ljóðskáld, íslensku ljóðskáld og nærðist af þessum ljóðum sem að voru í umhverfinu og þannig að það var af nóg að taka sko. Hvernig byrjar að skrifa? Ég byrjaði bara að skrifa í barnaskóla sko og hafði bara lagði mig eftir því og hafði gaman af því og fannst ég finna einhvern árangur í því sko þannig að en svo náttúrulega ágerist þetta bara eftir því sem á líður sko og þegar maður er komin í menntaskóla þá maður bara farin að reyna að gefa út og þá einhvern veginn gleymi ég aldrei þessu stórkostlega fyrirbæri sem var lesbók Morgunblaðsins sem var þvílíkur bókmenntalegur aflgjafi á þessum árum birti bæði smásugur og ljóð og þar var svona maður eins og Sigurðar Magnússon á ritstjórastóli sko sem tók manni unglingnum bara 2 höndum eins og maður væri bara stórskáld og svona sko að maður gætt fara að birta efni og það var Og birtir í lesbókinni? Ég birti bæði smásugur og ljóð í lesbókinni hjá Sigurði og víðar, ég meina tíminn var líka með eins konar lesbók sem að tók bókmenntaefni og svo samvinnan og svona sko. Það voru þessi miðlar sem að maður réri á. Þannig að þú varst bara kornungur á leiðinni að verða rithöfundur og það var öllum augljóst og Pétur yrði rithöfundur? Já, ég allavega ætlaði það sko og það var mitt markmið í lífinu. Þú veit ekki að skrifa fyrir skúffuna þína, þú ert óhræddur að birta? Ég auðvitað skrifa maður fyrir skúffuna og bara sína vini og félagana sko og var að lesa upp á bókmenntakynningum í skólanum og lesa það sem að vinir manns voru að skrifa og þetta var náttúrulega mikið svona ping-pong á milli sem að svona smátt og smátt móta mann. Og svo gefur út, var ekki ljóðabókin Slunkunni dagur eða ekki? Jú, það er mín fyrsta bók sko, hún kemur út þannig 73. 73 og punkturinn kemur svo 76, þá er ég 15 ára. Já. Ég man ekki betur en að það hafi verið eiginlega bara rofin dagskrá í ríkissjónvarpinu. Mér minnir einhvern veginn að í svarthvítri mynd að hafi þú setið þar ásatt einhverjum svona 3 köllum að ræðum þessa bók sem að þóttu svo bara mikil tíðindi í íslenskri bókmenntum eða ríkissjónvarpi svo opið og lifandi ennþá. Að það var bara umræður þessa bók. Er þetta mismunandi? Já, ég veit ekki hvað þetta tala sko og ég er einhvern veginn með þeim ósköpum gerður að ég á bara mjög erfitt með að segja nei samanber að ég skulle sýta hér núna og vera að tala við þig að ég segi alltaf já og hann Eiður Guðnason hann var með svona spjallþátt og hann biður mig að koma í þennan spjallþátt og með mér voru Hannibal Valdimarsson og minni mig hann Steindór frá Hlöðum Hannibal og Steindór frá Hlöðum bara gamla Ísland eins og það gat sterkast orðið gamla Ísland og allt í einu sitt ég meðal þessara höfðingja og átti að vera að ræða bara daginn og veginn og jólinn framöndan
og það örugglega þessi þáttur og ég man að það var að spyrja mig hvað jólin væri fyrir mér og ég hugsaði með og sagði að fyrir mér væri jólin kjaftsögg á hversdagsleikann. Og þetta fannst þeim nú kannski of grellt sko en já. Þetta er bara jólin þegar bókin kemur út. Já, einmitt. Hún var náttúrulega svona Talk of the Town bókin. Já. Og fór svona víða. Gekk mjög vel. Að ég fór síðan að vinna í fjölmiðlum og svona að vísa ég stundum í þennan þátt sko, að sína hvernig fjölmiðlar ætti að vera. Já. Að þegar eitthvað gerist í samfélaginu okkar, þá við bara fyllast að fögnuðu og bara ryðja borðið og taka viðtal við Pétur með nýju bókina og svo fá svona gamla kalla með. Já. Því að bókin er náttúrulega innlegg inn í sko samfélagsumræðuna. Það má ekki verið í einangruðum þáttum í kiljunni. Heldur ef að taka bókmyndum sem alvöru innleggi inn í bara hérna almennu umræðu okkar samfélagið og mannin, eða ekki? Já, þetta er náttúrulega rosaleg breyting, sko, þarna 1976, þá eru ekki 5 dagblöð? Já. Og ég kann ekki að telja. Það var, ég held að Dagur hafi verið á Akureyri. Akureyri minnst ég alveg í 6, og Tímann og Þjóðviljan og Morgunblaðið og Vísi og stöttu síðan kemur Dagblaðið, þannig út með 7. 7 dagblöð og þau eru öll með bókmyndaumfjöllun. Og enga smá bókmyndaumfjöllun, sko, ég hef nú oft talað sem dæmi bara þegar að ég gef út Splungun nýjan dag, gersamlega náttúrulega óþekktur höfundur og verið sér ekki búsettur á landinu, að Jóhann Hjálmarsson, hann skrifar bara opnu, ekki heila opnu, en hann skrifar halva síðu á opnu í Morgunblaðið. Ólafur Jónsson skrifar nú held ég bara opnu í Vísi. Og Þjóðviljinn annað eins og þetta er þvílíkt meðlæti sem að engin höfundur í dag nýtur. Þessi svakalega umfjöllun sem að var bara sjálfkrafa og Ríkisútvarpið, það var lesið í aðal fréttatíma Ríkisútvarpsins í hádeginu, ný bók kom út. Það var bara Gunnar Smári var að gefa út bókina og hjá þessu forlagi. Skjótu við brakið. Já, og þetta var tilkynnt í aðalfréttatíma útvarpsins hvaða bækur höfðu verið að koma út. Þannig að þetta landslag er náttúrulega svo gersamlega komið út í Hafsauga og annað í dag. Nú sjálfsagt er fólk á Facebookinni og svona. Fyrir hrun var Rófinn Dagskrá til að segja hvert var í gengi og bréfum sem voru skráð í Kauphöllinni. Þannig að tíðaröndin er mismunandi. Þarna var talað upp bækurnar sem kom út í dag. Já. Sem að væri tæki nú ekki mikið pláss í hátíðisvitanum, taka þetta upp aftur. Nei, það var líka lengi vel í hátíðisvitanum sem var sagt svona skipaferðir. Hvar þetta og hitt skip var statt og á hvaða höfn það var að sigla. Við vorum bara að fara yfir það að hætta að sigla skipunum og nú væri það þannig að 2 trukkar frá Eimskip er að koma til yfir Holtavörðina. Já, en þetta voru skipaferðinar geta hans allt það Brúafoss og Lagafoss og hvað þessi fossar voru stattir og ég stakk einhvern tímann upp á því við Landsbókasafnið að hvort það væri ekki hægt bara í hádeginu að segja hvaða bækur verið að taka aftur upp þetta segja hvaða bækur voru að koma út en það fékk nú ekki hljómgrunn. Kannski tökum við það upp hér aðtökvæmt að RÚV vakni. En ég ætlaði að spyrja þig heimspekina. Hvaða heimspeki varst að læra? Eða stúdera? Hvers konar heimspeki? Ég gersamlega heillaðist hófið kúls, eins og Danni segja, af Karli Marx. Þannig að það var eiginlega þýska heimspekin. Og ef maður segir Marx, þá er maður leiðbúin að segja Hegel. Þannig að ég var aðalega að leggja mig eftir þýsku heimspekinni og svo náttúrulega Rousseau. Mjög fljótlega hreyfst af Rousseau og náttúrulega frönsku heimspekinni, en það er svo merkilegt á þessum tíma, þessum árum, þá hafa Frakkar tekið algjörlega yfir þýsku heimspekina. Að Þjóðverjar voru ennþá svo, hvað maður að segja, þeir voru svo niðurbeygðir út af nasismann, út af eigin menningu, að það var bara feimnismál að vera að halda þessu á lofti, en Frakkar
þeir taka algjörlega yfir bæði sálgreininguna, Freud og það allt saman og marxisma og þýsku heimspekinguna. Þannig að svona franskur háskóli í heimspeki, hann var mjög mikið á þeim miðum og eins og ég segi, mér fannst ég fá mjög mikið út úr þessum verkum Karls Marx og þeirri tradísjón. Nú hann glöggasti greinandi á kapitalismanum. Dugar hann þér til þess að skilja hvað að gerast núna, hvernig kapitalismin í Bandaríkjunum að breytast yfir í svona ólígarkisma? Eða varst að lesa annað í Marx heldur en svona hagsögu greiningu? Já, þarna að koma náttúrulega út þessi æskuverk Marx. Parísar handritin frá 44 og þýska hugmyndafræðin, þetta eru verk sem hann skrifar á undan kapitalinu og frakkar eignuðust mikinn heimspeking í marxisma sem var Louis Althusser og var kennivald í École Normale Supérieure sem þeirra æðsta háskólastofnun og ól upp þannig bara hirð heimspekinga, mann og kvenna og sem að fór út í náttúrulega, skrifuðu bækur og voru í umræðinni og höfðu áhrif á mann. En ég get nú ekki sagt að ég hafi orðið handgengin kapitalinu sem náttúrulega þvílíkt torf og erfitt verk en samt bara strax í kommunistaávarpinu sem kemur út 1848 að þar alveg ótrúlega glögg greining á kapitalismanum og hvernig hann muni þróast og þar finnst mann stundum Marx vera bara að lýsa því sem að gerast í dag. Hvernig kapitalismin tekur allt yfir, sölsar allt undir sig, breytir öllu, gerir allt að sínu, ekkert heilagt og þetta getur maður bara tekið undir í dag. Ég nefndi þannig áðan að þegar vorum að tala Laxness 1920, hvað hann verið glöggur, að það eru svona tímabil þar sem eitthvað í fæðingu, þar sem þeir sem eru glöggir geta stundum greint eiginlega framtíðina í fæðingarhríðunum og ég held að greining Marx á kapitalismunum sem eiginlega bara í fæðingu fyrir framan hann ótrúlegt. Já, það hann ótrúlegu maður og Engels náttúrulega með honum. Hann náttúrulega úr þessum heimspekingaskóla og hann náttúrulega lærisveinn Hegels öðrum þræði. Hann náttúrulega satt hans fyrirlestra í Berlín eða af hans skóla þekkir það út og inn og mjög hrifinn af Hegel, það vantar ekki en taldi að það þyrfti að snúa hann við, hann hefði verið á haus, þyrfti að setja hann á lappirnar og úr einhverju fimbilfambi yfir í veruleikan en hann kemur auga á þetta með stéttabarátuna, það sé hvert samfélag búi yfir þessum átökum sem að stéttabaráttan knýr og tekur náttúrulega lénskipulagið fyrir hvernig að aðallinn hélt niðri borgurunum og þeir höfðu engin réttindi eða atkvæði eða áhrif, það var bara aðallinn og hvernig sú stétt borgaranna síðan veltir aðlinum og tekur völdin og snýr sér síðan að næstu stétt sem er verkalýðurinn. Og hann spáði fyrir að sama muni gerast að verkalýðurinn náttúrulega bara fjölmenni verkamanna hlýtur að leiða til þess að þeir muni ná yfirráðum í þessum samfélögum. Reynda að halda verkalýðinu niðri með því að takmarka kosningarétt við fjárhag, við eign. Þannig að það var bara fá prósenta sem hafði möguleika á því að kjósa en verkalýðsbaráttan snerist náttúrulega alltaf það að vikka þetta út og það hlýt að koma að því að verkalýðurinn yrði í meirihluta. Þá sá hann ekki fyrir það sem að myndi gera sem náttúrulega nýlenduvæðingin og hvernig þessi kapitalista lönd England, Frakkland, Þýskaland, ríkulönd myndu komast í feitt í nýlendunum og sá gróði hagnaður, hann myndi gera þeim kleift að
lína tökin á verkalínum heima fyrir og búa verkalínum heima fyrir betri kjör sem aftur á móti myndi verkalýðurinn mótar kröfur sínar. Já, sem aftur á móti myndi draga bitið úr þeirra baráttu. Hann sá heldur ekki fyrir sér uppgang fasismans að verkalýðurinn myndi kjósa kannski hans sjónarhorni gegn hagsmunum sínum. Nei, þeir hérna sko Engelsand nú bara alveg undir aldamótin og þá einmitt verkalýðurinn að ná vopnin sínum sko í þjóðþingum eins og í Þýskalandi sko er að komast virkilega til þessar áhrifa þannig að Engels bara mjög bjartsýnn að þetta sé handan við hornið og vinstrimenn á þessum tíma sko en síðan náttúrulega gerðust allar þessar hörmungar eins og heimsstyrjöldin fyrri og það sem eftir fylgdi sko. Þegar við vorum að tala rússnesku byltinguna sem hugmyndalega stórkostlegt ævintýri fyrir fólk sem að berjast fyrir því að alþýða nái völdum í samfélaginu og síðan kemur kreppan á Vesturlöndum og síðan seti heimsstyrjöldin og gríðarlegt svona hrun í auðstéttarinnar sem að tapast mikill auður og þá komin almennu kosningaréttur og alþýða nær svolítið einhverju tangarhaldi á ríkisvaldinu, allavega getur ríkisvaldið að einhverju leyti verið mótað að þörfum og væntingum og vonum almennings, almenn heilbrigðisþjónusta og menntun og einhverja svona aðgerðir í húsnæðismálum fyrir kannski helmingin af þeim sem hefur enga möguleika á að eignast húsnæði á ótömdum markaði og við fáum helgafrí og veikitarétt og það viðurkennt þessi átök í samfélaginu að verkalýðurinn eigi að geta sótt þótt að hann má loka verksmiðum þótt að það sé hægt að skilgreina það sem ofbeldi þá getur verkalýðurinn gert það vegna þess að við verðum að hafa þau átök inni í samfélaginu en eða svona viðurkenning á stéttarátökum og stéttarátök séu að sumuleyti geti leitt til góðs. Við getum haldið svona áfram og svo komum við á olíukreppinu sem að þú nefndir hana sem að kemur og slekkur kannski svolítið á 68 byltingunni. Og þá kemur sko nýfrjálshyggjan, kemur svona 80 út í heimi og 90 hér. Er nýfrjálshyggjan stéttarátök? Er það borgarastéttin, eins og Marx myndi orða eða auðvaldið, að ná vopnum sínum? Já, ég treysti mér nú ekki til þess að fara mjög langt út í þá salma, en þarna verður náttúrulega á hægri vengnum sprettur náttúrulega upp hreyfing eða vitneskja það að það séu alls konar matarhólur sem að megi nýta með smá fiffi og breytingum þannig að það verður náttúrulega ákveðin auðs uppspretta að nýta þær, virkja þær, að engavæða allt sem hægt að engavæða. Og reyna að minnka ríkisvaldið, að þess að almenningur nær einhverjum tökum á ríkisvaldinu og þá er markmið, við skulum bara minnka þetta. Já, þá er það skilgreina mjög þröngt verkefni ríkisvaldsins, það var ekki að standa í atvinnustarfsemi, þá ekki að vega banka, þá ekki að gera hitt og þá ekki að gera þetta og helst á það ekki að eiga vegina og getur ekki engavætt sjúkrahúsin og skólana Já, þá er þetta náttúrulega bara nýkreddar sko að allt vont komi frá ríkinu og hið góða komi frá einstaklingsframtakinu og þá er sem sagt hinn skammtímagróðin hann er svo leiðsögn sem við hlítum samanber það þegar að sjóflutningarnir eru lagðir niður og þessi þungavegaflutningar eru teknir upp að þá sé það svo neysluvænlegt að varan hún kemur ferskari og hún kemur fyrr til neytandans þannig að það sjónarmið verður eiginlega bara hinn nýja kredda það er neyslan og svo veljíðan sem af henni hlýst það er svona einhvern veginn agnið sem alltaf drífur áfram og síðan má bara halda áfram sko að engavæða jarðir, engavæða auðlindir, laxeldi eða hvað sem þetta mun skila atvinnu, þetta mun skila stöðugildum og gróða og þannig hefur verið keyrt bara áfram.
Það er komin í ágöngur. En eitt það að segjum að það sé hérna borgarastéttin sem að vill þetta vegna þess að þetta eykur hennar hérna arð. En hún nær náttúrulega einhver fram nema það er eitthvað mótstaða. Ég hef verið að pröfa það hérna undanfarið við hérna þetta rauðaborð. Við erum að tala svona meðal annars listir og menning og ég segi svona það svo fá svona listamanna rekin rými til þessi myndlist og það alltaf að vera færri svona í leikhúsunum og alltaf erfiðara fyrir leikhúsin að komast inn svona fyrir utan svona stofnanirnar og það hérna sömuleyti svona andinn sá að hérna það allir að svona bíða eftir því að svona meika það einhvern veginn inn í einhverju svona að hérna ég man eiginlega ekki eftir tíma sem ég hef lifað það sem hefur verið svona veikari svona counter culture og það sem er eitthvað svona hlýðar hérna heimur sem ég get lifað í megin heimurinn er þannig að það er því að trúa að peningar séu frábær hérna mælikvarði á verðleika og sá sem er ríkur hann lítur að hafa mikla verðleika og góð list sem selst vel að hún lítur að vera góð og við erum til dæmis með svona kerfi til stuðnings einhverjum fjölmjölum sem bara íkir hvernig markaðurinn velur það þannig að sá sem nær mestum árangri í markaði hann fær mesta styrkin og þetta er komið inn í bækuna líka að fyrir utan sko höfundalaunin að þá er borgað bara eftir veltu bókútgáfana þannig að það er svona viðurkenning á því að það sem er hérna megin það sem að svona peningurinn lítur á sem verðmæti að það við svona ekki raska því. Mér finnst eins og ég hef alveg upp í heimi þar sem að þetta þótti ekkert svona neitt sérlega spennandi heimur sko, þannig að peningaheimurinn heldur væri miklu meiri spennandi heimur sem að voru svona alls konar aðrir verðleikar sem voru metnir á fólki. Bara hvað það var skemmtilegt. Já, en nú náttúrulega verður ekki horft fram hjá því að sko vinstri hreyfingar eru í rosalegri kreppu. Já. Og það er eins og vinstrihreyfingin sé bara búin með sitt erindi, það er að segja staddir í einhverju situasjón sem er einhverju leyti endastöð, þannig að maður hefur á tilfinningunni að næsta skref það hljóta að vera eitthvað allt annað og það sem ég var nú kannski í að hérna fyrir í spjallinu að ég held sko með tilliti til umhverfis vár og þess alls þá hljótum við að þurfa að fara að haga framleiðslu og neyslu á annan hátt, öðruvísi hátt. Þannig ég held að þessi ytri þvingun aðstæðna, hún muni leið okkur á nýjar brautir eða að vera þetta að halda áfram á þessari braut sem mann finnst einhvern veginn eins og að vinstrihreyfingin sé komin á endapunktin á. En það er náttúrulega svo ótrúlega breytingar sem hafa orðið á okkar aðstæðum, hugsaðu bara sko mannshöndin eða hið lífandi vinnuafl, hvað það er að hverfa. Það er bara, þú veist, þú kemur inn í verslun og það er kannski bara mestalegi einhver ein manneski einhvers staðar og síðan áttu að gera allt sjálfur. Og það er alls að vera að fækka mannafla og þú veist, þú ert orðin ferðaskrifstofa og þú ert orðin tryggingafyrirtæki og þú ert orðin banki. Maður var að gera allt sjálfur. Það sem áður fyrir var bara her. Þú borgar samt, sko. Þú borgar, en áður fyrir var her manns að annast þessi störf. Bankamenn, skrifstofumenn, ferðaskrifstofur, þetta var bara her mann sem var í þessu. Nú er þetta bara í tölvunniðinni, þú ert að gera þetta allt sjálfur, sko. Þannig að þessi mannafla breyting, hún hlýtur nú að hafa áhrif á það hvernig við hugsum samfélagið. Þú ert að tala að svona út frá marxisma hreyfiafl sögunar sem að væri þá staða verkalýðsins gagnvart framleiðslutækjunum og geta notað stöðu sína til þess að knýja á breytingar, að það sé ekki lengur af því að róbótarnir í stórmarkanum þeir fara ekki í verkfall. Já, einmitt. Og hugsaðu þér, það sem mér finnst nú ógnarlegast, það eru róbótarnir í hernaði. Það sem mér finnst viðbjóðslegast í svona hersýningum, það er þessi vélræna ganga hermannana, það sem að hermaðurinn líkir eftir vél. Hvernig hann ber sig að, hvernig hann lyftir löppunum,
hvernig hann arkar áfram, hann að segja ég bara vél, ég mun gera það sem að mér skipað að gera. Þetta sem viðbjóðslegt á að horfa, en nú er þetta bara komið yfir í vélarnar, nú það bara vélar sem farnar að annast þennan stríðsrestur, það drónar sem stýrt einhvers staðar allt úr einhver fjaska sem að annast einhverju loftárásir og síðan bara meira og meira munu vélmenni koma inn í hernað og þá náttúrulega búið með allt sem heitir samviska eða mannúð, bara vélúð. Þegar þetta kannski átök alþýðunar og einhver annar að þetta eins og auðvaldsins yfir hver ræður yfir ríkisvaldinu, að þá orða þetta einhver svona að nú þarf auðvaldir ekki á þeir að halda til þess að vinna í kjörbúðinni og þeir þurfa heldur ekki að fá drengina þeirna til að senda í herinn til þess að fórna á vývöldunum, þeir geta bara sett róbóta og þar af leiðandi þurfa þeir bara ekkert á þeir að halda, Pétur minn. Nei. Þannig að við getum bara klift þig frá, við höfum stjórn á heiminum. Já. En við þurfum ekki á greindinni þeirna að halda, við getum fengið við getum fengið AI gervigreindina til að skrifa bækurna þeirna kannski ekki alveg núna, en hugmyndin til að þú getur orðið óþarfur sem rithöfundur. Já, en það bara eitt sem þið geta aldrei, að þið geta ekki búið til vél sem að borðar fiskinn, borðar kjötið, drekkur mjólkina, hellir upp á könnuna. Þeir þurfa þess ekki að þið halda, sko. Þeir þurfa bara að fá borða sinn... Já, þeir þurfa náttúrulega að selja sin varning. Nei, okkur. Ef þeir geta látið vélarnar búa til mat fyrir sig og fleira. Þá bara geta þeir, þú ert að eyða jörðinni, það geta bara látið þið hverfa. Já, sko, auðvitað, ég meina, þú meina þá að þeir getur bara verið í sínum afgirtu hverfum eða jarðabyrgjum. Þeir þurfi ekki markað. Já, en ég meina, þeir þurfa náttúrulega mat og næringu, loft og ég sé nú ekki alveg í anda að vélarnar muni matriða það allt oníð á. Þannig að þeir þurfa neytendur. Þannig þú getur kannski fengið að vera á frönsku kartöflónum, eða? Já, það náttúrulega heimsmynd út af fyrir sig, en nei, þetta hefur nú alltaf verið að vegast á, sko, þessi tilhneiging kapitalismans til þess að rýma út vinnuaflinu versus það að þurfa á því að halda til neyslunar, sko. Og þetta náttúrulega bara var í hruninu í Bandaríkjunum 1929-28 segi ég og áfram kreppurnar það er búið að framleiða þarna varning sem að finnur ekki neytanda og það er verið að sturta niður hveiti og brenna korn og allt það, sko, því að það vantar neytandan og á saman tíma er fólk sem að þarf á þess að halda en í þessu þjóðskipulagi sem að byggir á þessum kaupskiptum þá gengur það ekki upp og svo náttúrulega endar það alltaf með ósköpum. Og svo kemur alltaf þessi stórkostlegi efnahagshvati sem er styrjöld. Að hergagnaframleiðslan kom nær sér á skrið. Þegar maður var aftur á brúnna sem að Laxness og Þórbergur fóru yfir inn í framtíðina. Já. Og að líka því saman við svona 68 byltinguna sem að sömuleyti var mikil opnun og eitthvað leis. Þú sagðir að á sama tíma og þeir fóru þarna yfir og sáu bara fegurðina að þá var hægt að benda á og voru sumir sem bendu á að meinin sem að síðan myndu eyðileggja þetta bleika ský og fella að það var þegar orðið til. Þá langar ég að spyrja þig, ef þú ert á bjartsýnis árum Kennedy árana og í kjölfar á þeim að eiginlega allt sé mögulegt og við hljótum að vera á leiðinni til betri tíma, má sjá einhverja rætur af þessum hörmungu sem við erum að horfa á í dag, þar sem að lýðræði í Bandaríkjunum geti verið að falla niður, þar sem að Trump og Putin eru svona kannski ekkert með svo ólíkt valdakerfi í kringu sig, bara einhverja ólíkarka sem að hafa náð undir sig líkil eignum samfélagana. Það má sjá inni í þegar þú ert að ganga yfir brúna.
Má sjá ræturnar af meinunum sem við erum að fást við í dag? Ég veit það nú ekki, en það var náttúrulega alltaf mjög hægri sinnuð öfl í Bandaríkjunum, bara í Goldwater til dæmis, mjög hægri sinnuð öfl sem voru bara í minnihluta, og það sem maður er svo hissa á í Bandaríkjunum í dag, hvað demókrataflokkurinn er grútmáttlaus. Að virkilega þessi stór þjóð, að hún skul ekki geta átt að skipa einstaklingum sem eru frambærilegir til þess að andæfa þessu. Og það er líka eitthvað í Bandaríkjunum sem þessu bandaríska fyrirkomulagi sem vantar algjörlega, sem er sko stjórnaraðstaða. Ég meina, nú sér í Englandi, þá er bara skuggaráðuneyti sem situr andspænis ríkisstjórninni sem að tekur til umræðu allt sem ríkisstjórnin er að gera og anda yfir því, og það er stjórnaraðstaða í öllum þessum löndum. Hvað er stjórnaraðstaðan í Bandaríkjunum, til dæmis í dag? Það er ekki svo mikill ágreiningur hvert Bandaríkin eiga að stefna. Þetta er náttúrulega ultra hægri. Flokkarnir séu svo líkir að... Já, ég minna það. Við sjáum það bara í hagtölum að sko fátækt eykst í Bandaríkjunum, 20% Bandaríkjamanna lifa raunverulega það sem var kallað í gamla daga svona þriðja heimsstig. Það er ekki aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Það er að falla lífslíkur hjá verkalýðsstéttinni, hvítu verkalýðsstétt, falla lífslíkur. Að sömuleyti og það eru búið að ræna eiginlega öllum eigum. Þau get ekki svona innviðir, vegir. Meiri sem það með fæti Bandaríkjana, sko, þá er maður í vandræðum stundum að ná bara sko sambandi á síma sinn, sko. Það er bara samfélagi er að grotna innanfrá, af því að það er búið að vera áratugum saman bara í gangi, sko, linnulaust rán í kjör svona millistéttarinnar og lægri millistéttarinnar. Það var staðið eiginlega í stað síðan 1970 í þessu landi. Já. Og það er engin, þegar að einhver inn í demókrataflokknum anda yfir þessari þróun og vísa til Danmerkur, eins og þú varst að segja, að þá var hann skilgreindur sem kommunisti, og þá fær hann sko menn inni í eigin flokk, inn í demókrataflokknum til að rekja sig í burtu. Já, með menn eins og bara í Sanders sko, sem er náttúrulega stórkostlegur og nýlega bara flutti magnaða ræðu. Já. En nei, svolítið eins að þessu sko, að á Vesturlöndum að þá er ansi alltaf stjórnar andstað, alltaf andof, til dæmis bara núna í Frakklandi að það er búið að vera að reyna að koma alltaf í gegn einhverjum lögum eftirlaun sko, að þau sé alltaf það sé alltaf snemma sem fólk fer á eftirlaun og stjórnmálastéttin er að reyna að breyta þessu en andofið er svo sterkt, verkalýðshreyfingin náttúrulega og alls konar öfl sem að taka þetta ekki í mál, og núna semst er í uppsiglingu skilst mér þjóðaratkvæðagreiðsla þetta en eitt ganginn, þannig að þú veist þú veður ekki svona áfram í þessum löndum. Kannski síst í Frakklandi. Þeir eru nú duglegir að vera með andof. Já, en ég held að Þjóðverja líka sko, myndi nú ekki taka með þegjandi þögninni einhverjum svona róttæku breytingum á sínum kjörum, og það hafi eitthvað það að segja. Stundum er að sagt Íslendinga, þegar þú varst að tala Ísland og Danmörku hérna í upphafi, að við látum svona allt yfir okkur ganga. Finnst það að vera einkenni á að við séum mættum taka frakka okkur til fyrirmyndar. Við gótt á götu og sturta kúa mikið á tröppur Alþingishússins. Já, það er erfitt að flytja svona... Bændurnir rekast beljur inn í stórmarkaðinu, hefur þú séð það? Já. Það er mjög fyndin mótmælaaðgerð. Náttúrulega bændur eru gríðarlega óánægðir með sín kjör í Frakklandi, sko, og þar náttúrulega er verið að flytja inn ódýrari afurðir, heldur en þeir geta boðið upp á, þannig að þeir eru í vondum málum og grípa til þessara úrræða. Það er allt annað ástand náttúrulega á Íslandi, hvað þetta varðar. Bændur hafa mjög skýtt á Íslandi. Þeir hafa svolítið falið fórustu sinna mála Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum og eru einhvern veginn svo tryggir þeim þó að þessi flokkar hafi rekið byggðastefnu og landbúnaðarstefnu sem hafi grafið undan kjörum bænda áratugum saman, að þá er eins og íslenski bændur
telja að vera óhugsandi að reka sína baráttu annars það enn í framsókn eða kannski í miðflokknum. Já, kannski í miðflokknum það sé að ofnast. Nei, en náttúrulega landbúnaður breyst á Íslandi eins og annar staðar sko. Sjálfur var maður náttúrulega strákur í sveit þar sem að voru bara þessi litlu bú sko með kannski 70 rollur og 14 kýr og semst það var þetta að halda upp í heimili og já, kannski traktor. Reyndar það sem ég var í sveit fyrst, það var ekki einu svona traktor, það voru bara hestar og síðan kom náttúrulega traktorinn og svo sem náttúrulega smátt af smátt þessi meiri og meiri vélvæðing í landbúnaði sem náttúrulega núna orðið bara eitthvað svona verksmiðju framleiðsla sem að ekkert svona búhókur stæði undir. Það þarf alltaf að vera á svo stórum skala. Beljunar mjólka sig sjálfar. Já. Þú hefur ekki trúað því í sveitinni kannski? Nei, þá var maður að reka kýrnar og binda þær á bása og handmjólka eða með mjöltavílinni og þetta var náttúrulega bara ákveðin rómantík. Herðu, þú hefur verið að skrifa aðra tíma, farið aftar í sögunni og að því að við erum svolítið að tala þessi svona hættu ástand sem í okkar heimsluta og bara í heiminum í dag, umhverfismálin sem að þú náttúrulega leggur alltaf áherslu á en við höfum kannski verið að horfa á svona átökin í heimspólitíkinni og umbreytingarna sem er augljóst að Evrópa þarf að gangi í gegnum. Og svo er verið að tala sko tíma sem að þú lifðir eiginlega þegar þú kemst til vits og ára að þá kemur inn í svona bjartsýnis tímabil eftirstríðsárana og svo lifur tíman Fukuyama að endalok sögunar og það er ekki annar valkostur og einpóla heimurinn og þetta er svona tímabil sem er mjög sem maður gæti haldið fram að væri að falla. Við erum að koma út úr þessu tímabili. En þegar maður horfir og þá horfir maður upp á alls konar hörmungar sem kannski alltaf eru við svona heimsendi og nýjan heim sem að verður. En ef maður horfir aðeins lengra frá að þá er þetta tímabil þar sem að þú upplifir að þú sem ungur maður hefði öryggi og eiginlega bara frelsi til þess að gera það sem þú vildir og að þetta er eiginlega frávik í sögum mannsins. Og þá er það kannski spurningin sko, ættum við að vera svo hissa að þetta tímabil sé enda af því að við gættum þess ekki nógu eða hvað? Já, þú segir nokkuð. Enda, það er að breytast en ég held náttúrulega það fólk sem að hefur alist upp við allt annan kost að það náttúrulega láti ekki bjóða sig hvað sem er þannig að það er ákvæðanir sem eru teknar í dag að þeir hljóta vera teknar í því ljósi sem á undan hefur farið en já, ég veit ekki ég fékk líka mikinn áhuga á sögu, Íslandssögunni að mér þótti Íslandssagan svo heillandi að það var oft talað eitthvað á þeim nótum sko að Íslandssagan, hún væri nú ekki merkilega, væri engir hersöðingjar eða kongar eða neitt svoleið sko en ég komst bara á allt aðra skoðun, mér fannst bara þessi lífsbarátta sem hefur verið á Íslandi og hún vera svo episk það væri svo mikið söguefni í henni þannig að ég heillaði skersamlega til dæmis af 18. öldinni og það var svo margt sem mér fannst gaman að gera skil frá þeim tíma. Ég man alltaf eftir svona ótrúlegri upplifun sem að ég varð fyrir. Þá var ég að lesa móðuharðindin, 1783, þegar að þjóðin er bara að þurrkast út. Og þá er ungu maður við nám í Kaupmannahöfn Magnús Stephensen hann er fæddur 1762 hann er bara 20 hann og er bara lofandi námsmaður hann í Danmörku er náttúrulega sjálfur af embættismanna aðli sko, pappas og afi og voru báðir úr þessari embættismanna stétt heyrðu, svo gerast þessar skelfingar
þetta eldgos 8. júní 1783 minni mig og sem að bara alltaf eyða bara öll í kringum sig og það grípur sig algjör panik í Danmörku. Þetta er náttúrulega fréttist, þetta gerist 8. júní þannig að það er náttúrulega þá siglingar, þannig að þetta er best til Danmörku og hvað er hægt að gera sko? Og það verður að gera eitthvað og það verður að sendinefnd upp til Íslands en þá reynda komin vetur, þá komið við bara síðla haus en þá er þessi drengur Magnús Stephensen, hann er bara rifin upp á raskatinu þar sem hann liggur í flensu í Kaupmannahöfn og sendur til Íslands í þennan leiðangur með dansk-þýskum embættismanni Leventsov og þeir eiga að taka út ástandið og koma einhverjum björgum líka áleiðis og síðan á danska embættismannakerfið einhvern veginn að taka ákvarðanir út frá því. En Magnús Stephensen hann segir bara eins og sko það er ekki hægt að senda skip upp til Íslands í nóvember sko, það er bara klapraði. En það er ekki hlusta á það sko og þeir farið og þeir sko gera margar atrennur til að, ég held að þeir hafa gert 3 atrennur til að komast sko, og komast kannski í landsýn en alltaf fókið tilbaka sko og hann hefur vetursetu í Noregi sko en svo kemst hann held ég hann vorið og þá mætir honum bara uppflosnaður vergangslýður að bara hungursneyðin er svo yfirgengileg og þeir þurfa náttúrulega hesta til að komast þarna austur í Skaftafellssýslur en það er enga hesta að hafa, þeir alltaf dauðir og hann sem er náttúrulega svona vel í kynntur í gennum pappasins sko, hann tekst einhvern veginn að verða þeim út hesta og þeir fara á vettvang og byrja einhverja svona hlægilega mælingar, setja niður einhver mælitæki og mæla og tjalda og svona og svo fara þeir lengra inn með lagagíum sko, skoða þetta og kanna. Svo þegar þau koma tilbaka þá hefur einhver uppflosnaður lýður étið upp alla þeirra vistir í tjaldinu sko og bara allt ónýtt sko, þeir eru vistalausir og ég fór að hugsa mikið rosalega væri gaman ef að Magnús Stephensen hefði skrifað þetta sko, ef hann hefði skrifað ævisögu sína og lýst þessu sko en þess að þetta maður hafði ekki sko frá fyrstu hendi hans söguna þessu nema hvað, svo finn ég bara tilviljun þessa ævisög, hann hafði gert það Magnús Stephensen, hann hafði skrifað þessa ævisögu sína en hún var bara til í einhver svona lokuðu riti merkir Íslendingar, einhverja 60-70 blaðsíður, einhver kapli í merkum Íslendingum sem að ég svo fann og las og þá bara fékk ég allt þetta sem að mig langaði svo til þess að fá sko og ég man hvað þetta var rosalega sterk bara sagnfræðileg upplifun fyrir mig og það voru alls konar svona fíturstöðar, alls konar svona sem að einhvern veginn engdu mig inn í þessar sögupælingar sko og ég myndi segja að þetta rit Magnússon væri bara eitt af þeim ritum sem hefur haft hvað mest áhrif á mig í raun og veru þótt þetta sé bara þetta sé ekki neitt vel skrifað og kannski óalega mikið sjálfshól eins og alltaf þegar Magnús átti í hlut sko hann að koma svo vel út sjálfur sko en samt þá held ég bara að þetta hafi verið ansi mikil tímamóta lesning hjá mér en að því að það sem hefur verið að skrifa svona í söguna því að við sömuleyti voru í byrjun
vorum að tala annars vegar lifum að sínu svona einkanlega lífi og hugsaður börnin sín og barnabörnin og bara daglegt anstur. En svo lifum að líka í heimi og það svona heimsmynd að hrynja. Í fyrstu bókunum, ég veit ekki hvort að þetta sé sanngjarnt eða að það hversdagslega líf í miklum forgrunni og þótt að maður skynji heiminn, ég ekki Kennedy deyr í bókunum þínum og svona, maður fær svona tilvísanir í svona merkingar. En kannski seinna þá kemur stóri heimurinn, þá eins og höfundurinn sé að reyna að ná að vera með þennan einkanlega heim, en ná stóra heiminu, sem kannski mörg lög á leiðinni þá til við komum að Putin og Trump, að við erum með hverfið okkar og svo heldur þetta áfram. Að þá svolítið tilraun höfundarins Péturs að reyna að ná þessu öllu saman. Að geta sagt sögu af einhverju stöðu manns, lífi manns, en vera með allan hennan heim og þessi þungu fljót sögurnar einhvern veginn inn í þeirri sögu. Hefur ekki þetta sótt á þig svona meira? Þetta eiginlega óvinnandi vegur, eða ekki fyrir rithöfundar að halda þessu öllu inni? 18 þráðum ofan í pitt. Jú, þetta hefur alltaf heillað mig. Já, annars vegar þessi hversdagsleiki sem umlikum mann að sem kom náttúrulega með svolítið svona bravúr þegar það fyrstu bókunum, bæði í ljóðabókinni og það náttúrulega var svona, að því að nú var að tala svona alþýðubyltingar, að láfið þetta væri alþýðubylting að svona hversdagi myndi ryðjast inn í íslenska bókmyndir. Já, og ég eiginlega skrifaði þarna 2 bækur sem var vasabók og dýrðin á sín hlutana sem voru bara svona einmitt svona vasabóka skrif mín og þá var ég svona svolítið í stellingum bara eins og ljósmyndara þú sér eitthvað merkilegt mótíf og tekur að því mynd að mér datt eitthvað í hug sem að mér fannst skemmtilegt og notaði það niður og þá var ég svolítið óþólum með gagnvart þessum umbúnaði skáldsögunar. Það þyrfti alltaf að setja það inn í eitthvað skáldsöguform, sagði hann, sagði hún, sagði leið og hann opnaði gluggann og eitthvað svona að mér langaði til þess að fá bara hráan, þurfi ekki að færa það í þennan skáldsögubúning, fá bara þessar hráu athuganir og ég gerði hann allavega 2 bækur, vasabókina og dýrðin á sín hlutana með þetta í huga sem þá svona mjög svona einkalegt sjónarhorn á heiminn. Já. Það bara ein linsa við niður við jörð. Já, eitthvað sem maður sér og heyrir og svo náttúrulega það líka til, það bara höfundar sem hafa verið að gera bækur úr því sem þeir heyra bara í kringum sig, í strætó eða metrónum eða á götunni, gangstétti eða kaffihúsinu og þetta hefur eitthvað heillandi við sig. Það kannski hversdagsleiki. Ég var einu sinni staddur. Það var á svona listamannagarði í París og þar var svona sjónvarpsherbyggi. Það var ekki sjónvarp á hverju herbyggi, menn voru ekki konur með sjónvarp í tölvuna. Þannig að maður fór í þessa dagstofu til þess að horfa á sjónvarpið, það var allur garðurinn. Og ég man alltaf eftir því að það var náttúrulega eitthvað sem var að gerast í sjónvarpinu, en svo sá maður líka út gluggann yfir í næstu blokk. Fólkið sem var þar að athafna sig. Og mér fannst það svo merkilegt að mér fannst einhvern veginn eins og það hefði meira aðdráttarafl. Það sem var að gerast þannig í núinu, í þessu lifandi núi, heldur en þessi dagskrá sem var í sjónvarpinu og ég fór að hugsa hvað þetta væri merkilegt að það einhver spenna í því sem að gerast akkurat núna sem að heilla mann og það var örugglega einn þráðurinn í því sem að ég var á höttunum eftir að ná því sem að gerast akkurat núna.
En síðan náttúrulega... En síðan hefur líka skrifað það sem þú ert bara að fljúa á þyrlu yfir söguna. Já, síðan það kosmológían sem svo heillandi á okkar tíma að við svona í skólakerfinu eins og við þekktum það sko, þá var þetta bara allt í svo föstum skorðum ákveðnum. Það alveg stórkostlegt ljóð eftir Hannes Pétursson sem heitir held ég Kópernikus og þá Kópernikus hvað einhvern tímann á 1600 og hann að labba yfir akur þar sem að bændur eru við störf og Hannes að hugsa sko, eða hugsa fyrir Kópernikus eða hugsa að sko þessi bændur að þeir lifa í allt annari heimsmynd þau veit ekki að Kópernikus hann var að enda við að gersamlega umturna heimsmyndinni í staðin fyrir að það væri jörðin sem væri miðpunktur og sólin og allt snerist í kringum að þá væri það öfugt, það væri jörðin sem væri bara smá steinn í einhverjum algeimi sem bylting svipuð og að Guð sé einn af okkur sem eða að alltíðan geti stjórnað ríkinu. Já, sem hefur síðan bara orðið að hugtaki Kópernikusar byltingin. Alltaf ef það einhver algjör gaggjör bylting þá hún nefnd þessu nafni Kópernikusar byltingin. Og við náttúrulega fengum að lifa tíma hvað hétu aftur sjónvarpsþættirnir sem voru svo skemmtilegir sem að ég man nú ekkert, það var bara einn maður sem var að ræða kosmológíu í raun og veru. Carl Sagan, Emmitt. Það voru svona þættir sem að gripu mann bara alveg heljar tökum. Og síðan náttúrulega á okkar dögum að þá kemur stjörnufræðin kosmológían, kemur svo sterkt inn í gegnum Big Bang, mikla kveldskenninguna og öll þau undur sko að þessi alheimur skulle vera til bara úr einhver einni sprengingu. Þannig að og allur litteratúrin sem flæddi til manns út frá því sko að þetta náttúrulega greip mann mjög sterkum tökum. Síðan annað sem að hafði líka mjög mikil áhrif á mig og það var franski mannfræðingurinn Claude Lévi-Strauss. Og Claude Lévi-Strauss, hann gerir líka svona Kópernikusa byltingu. Hann ráðinn bara til þess að kenna sósíalögju núti í Brasilíu. Man geinu svona í hvaða borg það var í Brasilíu en hérna hann og konan hans þau farað að vantar kennara og þau farað og voru þarna árið að 2 sko og þá verið að segja honum frá frumstæðum ættbólkum sem séu bara ennþá í hérna regnskógunum og það sé hægt að þessi jafnlega hægt að komast í tæri við þetta fólk einhverjir hafi komist í tæri við þetta fólk og þetta fólk sé bara alls nakið og það lifi bara einhverju steinaldar lífi og hann verður algjörlega heillaður af þessu og fer nú aftur til Frakklands og tekst að fjármagna leiðangur til þess að fara aftur og fer þá inn í regnskóga Brasilíu og þar hittir hann fyrir ættbólka sem eru bara á sama stíu fyrir 40-50.000 árum síðan sko. Það bara safnarar og hvað þetta heitir þetta atvinnustig það sem að þú eru nú ræktar ekki neitt eða vinnur, þú bara tekur það sem að umhverfið býður þér og hann gerir þennan merkilega leiðangur og hann var held ég í örugglega í 2-3 ár þarna og hann lærir tungumál innfæddra sumra ættbálka og þeir hefðu ekki komist í tæri við neina menningu fyrr en að það var lögð einhvern tímann í byrjun aldarinnar var lögð símalína í gegnum regnskóginn og þá komast þeir í tæri við símamennina og stráfalla úr sjúkdóm. Þeir hafa ekki ónæmi gegn náttúrulega mislingum og berklum og öllu þessu sem að Vesturlandabúinn komið með ónæmi fyrir. Þannig að það verður algjör bara auðn í raun og veru hrynja niður þessir ættbálkar. Þannig að það sem að Claude Lévi-Strauss
kemst í tæri við er í raun og veru fólk að viss leita fallanda fæti en samt með alveg ótrúlega ríkulega menningu og Kópernikusarbyltingin sem að Claude Lévi-Strauss gerir. Það í staðan fyrir að líta á þetta fólk sem frumstæða þá tekst honum að sýna fram á hvað þetta fólk var háþróað þótt að hefði ekki ritmál og eitt og annað þá hafði það náttúrulega trúarbrögð og góðsögur og alls konar bara mjög þróið hugmyndakerfi. Þannig að hans... Þetta ekki eiga neitt, það átti kannski svona stærsta hlutana því sem við eigum. Já, það nefnilega það. Það lifað ríku innra lífi þarna í frumskóginu. Það lifið mjög ríkulegu lífi og ég heillaði gersamlega þessari bók sem hann skrifaði sem kom út hann held ég 53, 4 og heitir á fransku Triste Tropique, regnskógabelti raunamætta. Ég reyndi að þýða þessa bók. Þú var gefin út eða ekki? Jú, kom út hjá forlaginu 2011 minnum ég og hérna og já, þar útlistar þetta allt saman og hann náttúrulega gefa þetta út á tíma þegar Jean-Paul Sartre á alveg sviði með sínum skaldsögum og leikritum. Hann svolítið svona beiskur þeir eru nú í skólapræður Simone Beauvoir og Sartre og Claude Lévi-Strauss. Það fékk einhvern veginn alla athyglinna en svo smátt og smátt opnuðust þau manna fyrir hvað þetta var stórkostleg Kópernikusarbylting sem hann gerði þannig í þessu verki. Þannig að, og fyrir utan hann frábær rithöfundur. Þannig að þetta verk yfirleitt nefnt með 20 mestu bókmenntaverkum frakka á 20. öld En þetta frá hinu svona hversdagslega og einkanlega og hinu smáa svona að geta greint sannindi heimsins bara úr svona einni stöðu kannski einhvern tímann fannst manni það að ef maður svona driftar aðeins að þá getur skynjun manns verið svolítið fersk að þú kemur kannski á nýjan stað að þú getur drukkið svolítið í því á fyrstu 3 dögunum og lært margt og skilið eitthvað jafnvel þetta með glögta gestauga og svona jafnvel skilið eitthvað en síðan þarftu kannski að vera 30 ári í viðbót til þess að bæta einhverju við eitthvað að þá það allt öðruvísi svona þekking og það að horfa á fólkið í blokkinni hinum megin í sínu daglega lífi að geta lesið svona út úr þessu en síðan hefur líka haft mikla þörf fyrir að vera að greina einhvern veginn svona stærri og það kannski það sem að þér líður illa núna að horfa á heimsmyndina hrynja að það ójafnvægi inn í þessu ysta lagi sem utan Pétur að það komi einhver skekkja og fáranleiki og þú veist ekki hvort þú ert að horfa á harmleik eða einhverja hrylling eða einhvern stjórnlösa kaldhæðniðislega gaman sögur. Ég held að það finn líka tengst eitthvað bara svona trúnni og trúarþörf og því öllu að þegar maður trúarbröðin eru náttúrulega svo klippt á skorinn og þeirra heimsmynd en svo þegar maður fer yfir í kosmológíuna og sér hvað maðurinn ótrúlega smár í þessu gangverki öllu að þá fylgir því á vissan hátt einhver svona lotning eða trúar upplifun. Sem getur þróast yfir í trú. Já, og allavega getur verið svona eldsneyti fyrir þá þörf. Stundum ég að hugsa að maður kannski að vinna á tölvunar og það kemur eitthvað kvikindi skríðandi inn á lyklaborðið og fer að reyna að smakka á þessari tölvu, reyna að fá eitthvað mötuneyti út úr henni og mann verður á að hugsa hvað þetta litla kvikindi sem að skríða henni við lyklaborði ekki órar það fyrir þeim veruleika sem það statt í og mér finnst stundum kosmológían gera þetta fyrir mig að mikið ótrúlega sem það smár í þessu alheimsverki öllu og hvað maður veit lítið í raun og veru það sem að gerast. Þá er þetta að tala bara alheiminn? Já, þá er ég að tala
alla þessu ótrúlegu veröld sem alltaf að verða stærri og stærri, alltaf að opnast meira og meira eftir því sem að bara sjónaukar verða fullkomnari, þá bara koma nýjar og nýjar vetrarbrautir og nýjar alheimar og þetta bara ógrynni. Einingin, mæli einingin og myndi vera ógrynni. En fyrir neðan það í þessum brautum, þá þetta lag sem er Trump og Putin og félagar. Og ég nefndi áðan með Laxness og svona 1920, þá hafði hann svona hugmynd það að hann gæti tekið þátt í því að búa til nýjan heim. Hann gæti haft áhrif á heiminn. Það átti sama við 68 kynsluna. Ég held að sé minna í dag. Ég held að sé minni trú almennings á að það hafi raunverulega eitthvað með að gera hvernig samfélagið þróast. Það getur feil að kjósa okkur á 4 ára fresti og það sami rassin undir þessu öll og þú kannast við þetta og með bara minkandi trú og traust á bara leikreglu samfélagsins sem getur leitt okkur eitthvað. Svo veitti ég að þetta bara aðeins við að því að við erum Íslendingar. Og það eitt að einkennum okkar að ég held að við höfum svona sterkari hugmyndum það að við getum haft áhrif á samfélagið okkar að því við erum svo fálíklega. Oft maður rekst á Íslendinga í útlöndu sem búið þar kannski 10-20 ár að þeir fara að tala Ísland bara leið og sest hjá þeim. Fara að ræða pólitíkina og hvað mætti betur gera og maður veltir oft fyrir þessi ætli ef ég hefði hitt kannski kínverja. Hann hafði farið að tala það að hvernig mætti svona laga hann stíl í Kína og gera þetta betur og því að eitthvað leiti þá erum við með þessa svona og Laxness sannarlega hafði þetta því að þú mikið fylgst með honum. Hann eiginlega kemur heim til þess að geta haft áhrif á Íslands samfélag. Já, hann ekki ætla að búa í stóra heiminum. Nei, hann það sem meira hann ætlaði eiginlega að gerast pólitíkus. Þegar hann búinn að skrifa alþýðubókina hann út í Kaliforníu að þá einmitt hann að skrifa kærustunni sinni og hann leggur þetta algjörlega niður fyrir henni. Hann sé komin heim til þess að berjast til áhrifa og breyta samfélaginu. Eins og Upton Sinclair sem bauð sig fram. Eins og Upton Sinclair sem bauð sig fram. Já, sem var nú vinnur hans. Og hann ætlaði sér pólitískan feril og byrjar hans í galvanskur bara stekkur í pontu hjá Dagsbrún og heldur þrumandi ræðu yfir verkalýðnum en svo smátt og smátt þá breytti hann kurs og þetta bara fer yfir í þessar stórkurslegu skáldsögur eins og Sölku, Völku og Sjálfstætt fólk sem höfðu náttúrulega alveg svakaleg áhrif á samfélagið. Því verður ekki neitað. En svona, já, það var nú annar sem að fórum líkt leyti og Halldór og Þórbergur, kannski aðeins fyrr, til Rússlands, Sovétríkjanna, og það var Stefán Zweig. Og hann skrifaði þessa stórkostlegu bók, Veröld sem var, sem verður einhvern veginn aldrei oflofuð og eitthvað undur af bók og hefur náttúrulega verið þýdd á íslensku og menn kannast við. En hann sem vínarbúi uppalega, hann er svona heimsborgari. Hann er svona kosmopólít, algjör heimsborgari. Fleitir rjóman á öllu sem að gerast í evrópskum mentum, og er náttúrulega alveg stórkostlegur höfundur, en svo kemur nasisminn. Það er merkilegt að hann var hrifinn af Mussolini, Stefán Zweig. Það er að segja Mussolini var svo hrifinn af honum og honum barst það til eyrna hvað Mussolini var óbúslega hrifinn af þess að það var gagnkvæmt því að það er alltaf veikleiki í listamann að verða svolítið hrifnir af þeim sem er hrifnir af þeim. Já, og svo er náttúrulega Mussolini bara þessi fasisti og er að fremja sín ódæði þarna á Ítalíu og meðal annars er hann búinn að fangilsa þarna einhvern andófsmann og konan hans leitar á náðir Stefán Zweig hvort að hann geti ekki eitthvað gert í málinu. Stefán Zweig þekkti vel þessa konu og fann til með henni, þekkti ekki mannin sem hafði verið fangilsaður, en hann samt, hann skrifa bréf til Mussolinis og labba með það út í póstkassa og sendi það og ég held að það verið bara 4-5 dögum setna sem hann búið að leysa þennan mann úr haldi. Mussolini fékk bréfið og las bréfið og það var Stefán Zweig sem skrifaði það
og maðurinn var leystur úr haldi eða allavega línuð hans á þján. Þannig hann svona var nú ekki alls kostar en náttúrulega hafði megnast að viðbjóða á nasistum og nasista náttúrulega brenndu hans bækur og hann náttúrulega hreklaðist bara í burtu og hann fer til Brasilíu. Og þar hann svo svartsýnn á þróun mála. Þetta er svo í dag. Já, þetta svona einhvern tíma þá væntanlega svona á þeim tíma þegar Hitler bara ósigrandi að leggja undir sér löndin, land eftir land eftir land. Tíma þannig 41, 2, svoleiðis. Hann stytti sér aldur. Hann og konans bara taka inn svefnmeðal eða eitur eða hvað og stytta sér aldur. Og mann finnst það merkilegt að hann á hátindi. Hann nýbúinn með veröld sem var. Nýbúinn senda punktinn aftur með veröld sem var. Það er svo stórkostlegu bók. En hann samt útlitið svona svart sko. Og hann getur ekki lifað í þessum heimi að því við erum með svona lög á heiminum sko. Já. Hann getur ekki lifað í þessum heimi þar sem Trump, Putin og Hitler eru. Þess vegna drepur hann sig. Já, hann telur það að Hitler muni hafa vinningin sko. Og hann hefur ekki eitthvað svona einkanlegt líf sem mótvæði við þetta. Hann bara lifa í heimi sem í þessari stöðu honum óbærilegt. Já, hann bara skrifa nú bréf lætur þetta sig bréf til okkar þar sem hann útskýrir þetta sko, og þarna finnst honum bara eins og það sé nú komið og hann ætli að víkja af vagninum en mann finnst það einhvern veginn já þetta segir mann bara hvað þessi tímar hafa verið svakalegir sko að þetta hans bara kalda mat á stöðinni. Margir að vísa í því að margt líkt með tímanum okkar núna og uppgangstíma fasismans í Evrópu. Það meira en það líkt. Það alveg rosalegur uppgangur í fasisma í heiminum í dag. Þetta bara eins og 1934. Þetta bara, Frakkland býður nú bara eftir því að kjósa Le Pen yfir sig og náttúrulega Ítalía komin og svo það náttúrulega hægri sveifla og Þýskalandi. Kannski erum við bara einum þingúrsbruna frá því að fasismin verður bara með takki völd í bara Bandaríkjunum. Já, en bara hugsaður það sé bara óþarfi að halda gamla kerfinu gangandi. Já, ekki menna að gæla við konungsríki í Bandaríkjunum núna, þessir sem eru komin lengst með Trump sko. Að þetta lýðræði sé náttúrulega bara til óþurftar og trafala. En hugsaði bara ef að þetta raunveruleikinn að Frakkland og Þýskaland myndu bætast við þannig Ítalíu með svona svakalega hægri sinnaðar stjórnir. Hún líka mjög hægri sinni í Hollandi til dæmis. Já, að þá erum við komin ansinn langt 1934, 5, 6. En við verðum að eiga von. Já. Þegar við erum að tala um þessa kalla, eins og Laxness, sem að hann vildi breyta heiminu, fara í pólitík. Þú er aldrei látið þetta, þú er aldrei messað á fundi í dagsbrún, eða hvað? Nei, kannski ekki. Jú, ég held ég örugglega, ég hef oft verið beðin að vera með einhver erindi hjá BHM eða BSRB eða eitthvað svona sko. En ekki sem boðið fram sem leiðtoga hreyfingarinnar? Nei, ég hef náttúrulega mjög mikið áhuga á þeim málum öllum en nei, það verður aldrei hvert að mér að fara. Varstu sósíalisti þannig á 7. áratunum? Sósíalisti? Ég bara var náttúrulega marxisti. Þannig að ég hef allar tíð verið bara marxisti og með allir sem því fylgir sko, þessum lifandi áhuga á þjóðfélagsmálum og trú á því að það sé hægt að skilja gangverkið og með því að skilja það og getum að breyti. Þetta bara marxismin. Laxness, hann var að skrifa til að breyta heiminum og samfélaginu. Já. Hefur þú skrifað til að breyta samfélaginu? Nei, ég myndi nú ekki ætla mér það sko, en það eru tímanir svo ólíkir og ég man að Árni Þórarinsson bara einhvern tíman þessa spurningu upp við Halldór í einhverju hátíða viðtali, ég man Halldór var 75 ára eða eitthvað svoleiðis, þetta var 77
Og sirpan hann í sjónvarpinu, mjög skemmtileg. Já, mjög skemmtilega sirpan. 6 viðtöl held ég. En Árni... Bældið að þetta gætt sjónvarpi gert ekki landa? Já, Laxness 75 ára og skellum í 6 viðtalsþætti. Já, ég meina Ríkisútvarpið náttúrulega hefur sett rosalega ofan að þess leiti ef við sjáum bara hvernig Ríkisútvarpið var 1944 þegar við verðum lýðveldi. Hvað Ríkisútvarpið dekkar mikið svið, nær rosalega breiðu svið. Það náttúrulega eitt hituna, það náttúrulega ekkert sjónvarpið, ekki neitt. Það bara útvarpið þessi svakalega sterki miðl og hvaðan gerir það vel, hvaðan á öllum póstum og virkilega hefur þennan metnað að vera svona mentandi stofnun, þá talaði Ríkisútvarpið sem háskóla þjóðarinnar og allt það sko, að hvað þetta allt saman hefur nú skroppið saman verður að segjast. En ég greið fram yfir Árni Þórðarsson spurði Laxness. Já, hann tók merkilegt viðtal við hann í Vísið. Árni var nú ritstjóri Helgablaðs Vísis, þetta var í Helgablaði Vísis og hann einmitt minni mig að bera upp þessa spurningu sko og Halldór að segja sko þegar hann að fara þarna þessar sveitir og hvað þetta eru tragíski tímar. Þetta eru svo tragíski tímar, segir hann, en núna eru þeir bara farsakenndir. Þannig að það náttúrulega svo ólíku saman að jafna hvað þetta varðar sko. Kjör fólks þarna á 3. og 4. áratugnum eða þá í dag, það bara svo allt annað. Ég veit ekki eiginlega hvaða, þú veist, ef maður reyna að finna einhvern svona alls tilgang fyrir því sem maður að gera, það einhvern veginn. Ég veit ekki hvert á að leita, þetta bara þetta bara partur af því að draga andan og lífa. Það einhvern veginn að það þessi þáttaka sem maður einhvern veginn maður telur sig vera allavega þáttakandi í einhverju stórri atburðarás með því að skrifa. Og þú skrifar enn? Já. Skrifar alla daga? Alla daga. Frá morgni. Til hádegis? Til hádegis. Og síðan brefaskriftum eftir hádegi eins og Laxness? Nei, ég voðalega mikið skipt þessu sko í einmitt að skrifa og þýða. Og svona þessar þýðingar mínar eru yfirleitt einmitt það svo kærkomið eftir að maður eins og undin tuska og hugmyndasnauður eftir að vera búin að vinna við ritstörf þá svo þægilegt að og vissan átt léttir að fara yfir þýðingar vegna það svo mikið handverk. Það svolítið svona eins og að grafa skurð sko. Þannig að mér finnst þægilegt að hafa það sama sko. Önnur heilakvel. Já, frumsemja og að þýða. En síðan bara fullt af öðru og það náttúrulega, maður bara á kafi náttúrulega í sínu persónulega lífi. Það ekki lítið sem það ekki stór þáttur, það ekki lítið þáttur af manns lífi sem bara fólki í kringum mann og ástvinum manns og barnum manns og barnabönnum manns og allt sem því fylgir skírnir og fermingar og afmæli og hátíðir. Þannig að það náttúrulega bara stóri hlutin sko, sem tekur við þegar maður stendur upp frá skrifborðinu. Ertu ekki komin á þann aldur að þú ættir að vera að skrifa endurminningar þínar? Eða svona að því að ekki endilega til þess að vera eins og maður eins og nýttir áðan sem að væri með svona gropp eins og Magnús Steffensen. Heldur það er eitthvað við þegar maður eldist að þá fær maður svona svolítið aðra sýn á ævina og sem að mér finnst alltaf gaman að lesa. Já, ég held að þetta það uppáhaldi mitt að lesa svona endurlitsbækur. Já, ég held að þetta einmitt fylgi aldrinum. Ég var nú að hlusta á viðtal við hann Gyrði Elíasson í Kiljunni síðustu. Hann fyrir hann að skrifa sjálf á sig. Já, hann sagðist vera að skrifa sína endurminningar og ég held að það einmitt komið til maður með árunum og þá náttúrulega sko þetta svolítið eins og að klífa fjall. Það getur sagt sko þessir höfundar sem maður hrifinn af Þórbergur og Halldór og Hemingway og allt þetta sko. Þetta svolítið svona eins og fjall og það þetta að horfa á fjall út gluggann en það líka þetta að klífa fjall og leiðum að vera að klífa fjall og þá bara opnast nýjar og nýjar sýnir og eitt leið af öðru
og ég held að með árunum líka þá maður komin með ákveðna yfirsýn, maður hefur kynst fólki sem horfið af sjónarsviðinu, sem hafði mikil áhrif á mann og maður langar til þess að fjalla með þetta fólk, kynnin með þetta fólk. Maður hefði aldrei gert á meðan þetta fólk var á lífi. En þegar það fallið frá, þá kemur það öðruvísi til maður. Þetta var að tala þitt fólk? Nei, ég bara að tala samferðafólk. Já, þú ert ekki að tala að byrja á langaveðinum? Nei, ég hef oft fjallað hérna á mín og ömmu og það allt saman, sko, ok, en ég bara að meina svona samferðafólk, sko, sem að maður naut bara þess ávinnings að kynnast, sko, og lifa sér inn í og núna horfið af sviðinu. Man hefði aldrei dott í hug að vera að fjalla þetta fólk á meðan það var lífs. En núna þegar það farið að þá kemur upp þessi hvötiða tilfinning og að þessi fjarlægð líka sem að væri gaman að láta þau njóta eða reyna að framkalla þetta fólk eða þessa mynd, sko. Stundum listamenn þegar þeir skrifa svona endurminningar þá skrifa þeir eiginlega sköpunarsögu sína. Hvernig varð ég sá sem að ég og að reyna að rekja áhrifin sem urðu fyrir og hvað varð til að þetta fyrirbrigði sem að ég og skrifa þessa bækur eða sungi þessi lög eða hvað sem var til. Þú ekki að hugsa slíka bók? Ég hugsa að ósjálfrátt myndið að verða slík bók ef ég færi út í þá sálma og þetta alveg rétt sem þú segir að svona ævisögur rithöfund að fara einmitt út í þetta og ég meina Þórbergur náttúrulega í Suðursveitabókunum framkallar þessi stórkostlegu æskumynd sína, sko, og þar kemur þetta einmitt inn í þessi löngunast til ekki kannski endilega skrifta heldur til fræða að botna í veröldinni. Nú Halldór að skrifa náttúrulega hans Svanasöngur mjög merkilegur. Hann búinn að skrifa þessar skáldsögur og þá setur hann punktan og skrifar hann 4 rit sem bara hans ævisaga og í Túninu heima, fyrsta bókin, hún fjallar mjög mikið þetta hvernig hann varð þessi rithöfundur og það sem hafði áhrif á hann og það sem hann var að lesa og síðan það sem hann var að skrifa, sko. Sem kannski ekki svona upphafning en þá þetta að segja, sko, hvernig var þetta undur til sem ég og þá ég í merkingunni að allt sem hann hefur dregið í gegnum sig með því að horfa á heiminn sem, þú veist, eitthvað svona undur af því að þú ert að tala upplifanir sem hefur orðið að bókum og öðru slíku að þá eitthvað leitur menn að reyna að ráða þessa gátu. Hvernig gat þetta undurorðið til sem ég fekk að njóta eða eitthvað með þessum hætti ef maður vill hafa svona eilítið upphafið. Já, sko það endalaust að finna einhverja svona upptakta, sko, þú veist bara ljóð að segjum skáld eins og Tómas Guðmundsson. Þú veist, maður bara las hans ljóð og þau bara fóru hann straumum og þetta bara eins og að verða nikotinisti eða alkoholisti eða eitthvað, þannig að þú kemst hann í tæri við einhver efni sem að uppljóma þig eða upptendra þig og þú ánetjast og þessi skáld eins og Tómas Guðmundsson og Steinn Steinar það var ekki lítið sem að gekk inn í þær veraldir, sko og sem eru stórkostlegar því þú varst að tala smæð mannsins í alheiminum að þá náttúrulega eitthvað undur við það að við þyrftum ekki að heyra nema sko kannski 3-4 orð til þess að vita að þarna Tómas, þarna Steinn, þarna Laxness. Þetta eiginlega stórkostlegt að þetta sandkorn í alheiminum geti búið til svona sjálfstæðan heim. Já, það svo margt sem hefur áhrif á mann, sko. Ég nefndi nú bara til dæmis Magnús Stephensen, þetta litla hver, hvað það upptendraði mig og ég get líka nefnt til dæmis bara eins og þessar 2 bækur sem voru gefnar út með bréfum Ingibjargar Jónsdóttur, móður Gríms Thomsen, húsmóðurinn á Bessastöðum og það allt saman, þetta minn með 2 bindi sem eru bara sendibréf
og að kynnast þessum verkum, kynnast þessum heimi og kynnast þessu tæra máli og þessari stílsnild þessara konu að það var ekki lítil áhrif sem að það hafði á mann þegar að það barst manni sko. En það skrítið að skólakerfið ferði manni þetta ekki. Þetta var ekki í skólakerfinu en maður uppgötaði þetta bara seinna á eigin spýturs sjálfur. Heyrðu, en hérna það sem að Halldór Laxness eins og maður sagði. Já, Halldór Laxness hann sagði einhvern tímann spurði hvað væri mikilvægast fyrir rithöfund og sem rithöfund þyrfti að hafa og hann svaraði góðan rass. Og nú erum við búin að sitja ansi lengi og hérna ég er með ágætan rass. Það hérna í línulegri dagskrá, þá voru dagskráleiðir hafðir sko kannski bara 20 mínútur eða hálftími. Já. En á tímum svona podcast þá hérna opnaðist svona ný gátt þannig að podcasti var miklu lengra og þannig að þetta orðið helsta hérna aðalsmerki góðra spyrla en hafa góða rass. Já, eða viðmælenda. Eða viðmælenda. Já. Við sittum hérna og spjalla æði lengi og reynd svolítið komast í á því að tala ekki of mikið um Pétur Gunnarsson sem þú sagðist verið búin að tala nóg en samt höfum við svona tala svolítið heimsmynd og ferðalag þitt og sýn þín af aðra fólk þannig að ég held að við höfum kynnst þér ágætlega þessu spjalli. Já. Ég ætla bara að þakka fyrir að fá þig hingað í heimsókn. Ég þakka sömuleiðis. Takk. Og hlustendur þakka ég fyrir sem hafa staldrað við og hlustað á samtala okkar og breytt í fjölmiðlum. Framundan helgardaskrá samstöðunar. Hérna eftir þá kemur Björn Þorláks og Oddný Eir og verum með svona úrvals þátt, taka ýmis viðtöl úr öðru þáttum og ræða saman á nýjan hátt og spjalla eitthvað það. Og svo á morgun þá þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils, hann byrjar hérna kl. 12:40 á morgun. Hvet ykkur til að fylgjast með því, en annars segi ég bara góða helgi. Segðu það á Samstöðinni.